Bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og bæjarritari sem hér eru í sal í Safnahúsinu í Neskaupstað. Ég býð ykkur velkomin til 213. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann setta. Þetta síðasti fundur ársins og leið svona á þessu ári síðasti viðkomustaður á ferðalagi bæjarstjórnar hverfi Fjarðabyggðar. En eins og þið munið þá ákvað bæjarstjórn að fara með fundi sína vítt og breytt á milli þess að hún væri í fundarsal á Reyðarfirði. Byrjum við Mjóafirði, liðið sumar og erum svo á Stöðvarfirði fyrir haust og síðan nú erum við að enda hringinn hverfi Fjarðabyggðar á þessu ári. Hér í dag er töluverð dagskrá, gefur að skilja. Það er fyrst fundargerð bæjarráðs með 500 og 501, eigna skipulags- og umhverfisnefndar nr. 162 og 163 og vekja athygli á því að 163 og mun taka hér til afgreiðslu eftir tekin inn með afbrigðum. Hún ekki, það var fundurinn sem haldinn var liðið mánudag, en við ákváðum að óska því við bæjarstjórn eftir að fá taka hann hér inn á dagskrá til afgreiðslu fyrir áramótin. Og ég mun bera það hér upp á eftir þegar ég er búinn að kynna dagskrá á öðru leyti. Síðan að fundargerð Hafnarstöðvar 170, fræðslanefnda 34, menningar- og safnanefnda nr. 28, íþrótta- og tónlistarnefnda nr. 30, félagsmálanefndar nr. 90 og fundargerð barnaverndarnefndar 1. Undir liðnum almenn mál þar er fyrst fiðufé, drög að samþykkt sem hér er vísað til afgreiðslu bæjarstjórnar sem gefur að skilja. Aðalskipulag Fjarðabyggðar breyting, stækkun reits 05 og Kirkjubólseyrum. Deiliskipulag Kirkjubóls, hesthús á búfjársvæði, sömuleiðis breyting. Aðalskipulag Fjarðabyggðar breyting, þéttbýlisútvarp fyrir Stöðvarfjörð. Deiliskipulag Hlíðarenda, Hafnarsvæði Eski fyrir hugmyndavinna. Þetta er vísað frá bæjarráði til bæjarstjórnar þar sem Hafnarstjórn hefur óskað eftir því að láta óskað eftir bæjarstjórnar hún feli eignaskipulag umhverfisnefndar hefja hugmyndavinnu að breytingu á staðsetningu hafnarkants, tengsl nýtt fiskveiði við Eskju. Reglur uppsýningartæknimál, reglur fjárhagsaðstoð eða breyting á reglum fjárhagsaðstoð sem lagði til samþykktar og sömuleiðis áhrifin og húsnæðisgjöf gagnvart sveitarfélögum. Þá er hér svo líka samþykkt öldungaráð borinu hér 20. liður og jafnframt tillaga mín að fundardögum bæjarstjórnar sem hún ber upp í lokin af fyrirhluta næsta ársins 2017. En þá vil ég byrja á því að óska eftir því við bæjarstjórn hvort hún heimili að fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar nr. 163 verði tekið hérna dagskrá með afbrigðum og send út í fundarboði þess að það samþykkja með þessu gemerki. Það er aðeins með 9 atkvæðum. Þá göngum við til dagskrár og hér fyrst er það fundargerð bæjarráðs 500 og 501 tekna saman til umræðu og atkvæðagreiðslu og enginn hreyfir því andmælum. Til einhver kveða sér hljóðs undir þeim lið. Valdimar Hermannsson gerði svo. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ánægjuleg tilbreyting að vera hér í þessu fallega umhverfi í Safnahúsinu í Neskaupstað innan þessi fínu málverk hér á veggjum. En fyrir ykkur hérna þær fundargerðir bæjarráðs og svo fyrri var fundur nr. 500. Bæjarráð gerði sér það dagamunn aðalega með veitingum inn á fundinn og hérna aðeins að stíga út fyrir rammann. En einnig hefur verið svona annar taktur á fundu bæjarráðs eftir að fjárhagsáætlun var samþykkt í byrjun þessa mánaðar. En ég ætla bara rétt að koma inn á nokkra liði hérna í hverju fundargerð. Það er liður 1 í fundargerð 500. Var rætt þjónustu og framkvæmdamiðstöð og það var að fara yfir þá vinnu og við endurskipulagningu á starfsemi þjónustumiðstöða og hafnarstarfsemi með það í huga að mynda eina þjónustu og framkvæmdamiðstöð og var svona tekið staðan á þessu. Þetta er ekki kannski alveg eins langt komið og til stóð en er í fullri vinnslu og verður það áfram. Í sömu fundargerð, síðan er hún hérna alls konar, liður nr. 7, varðandi rekstur félagslundar. Bæjarráð samþykkti á grundvelli fyrirspurna að auglýsa félagsheimili Félagslund sem nú þegar hefur verið gert, laust til umsóknar á grundvelli regluna styrki í tengslu við atvinnuuppbyggingu vegna endurgerðar gamalla húsa og fasteigna eigu Fjarðabyggðar og forstöðumaður stjórnsýslu var í samráði við bæjarstjórn að auglýsa félagsheimili með þessum hætti undir þessum samþykktum og var það gert núna í þessari viku. Varðandi lið 9 þá var endurnýjaður styrktarsamningur við N4. Þetta hefur gefið góða raun og hefur verið mikil umfjöllun austfirsk málefni, bæði menningu og önnur málefni á Austurlandi og sveitarfélög.
og var þetta bæjar og samþykkir áframhaldandi stuðning við þáttakerfina með sama hætti og var á þessu ári. Það er svo sem ekki annað í þessari fundargerð, þannig að í 501 vildi ég minnast á að þar kemur fyrir og líka fyrir eignarskipunar umhverfisnefnd hugmyndavinna varðandi hafnarsvæðið á Eskifirði í framhaldi af vinnu við skoðun og mögulegri staðsetningu hafnarkants í tengslu við nýtt fiskiðuver Eskju og hefur hafnarstjórn óskað eftir að bæjarstjórn að hún feli eignarskipunar og umhverfisnefnd að hefja vinnu við þær breytingar sem gera þarf á aðal- og deiliskipulagi svæðisins. Og þarna voru lagðar fram ýmsar útfærslur og mælt með þeirri sem að má segja lengst gengum með 90 metra kanti austast við fyllingum. Og þetta hér til umræðu og eftir. Klassískt mál hérna númer 3 sem þjónusta í þéttbýli, það að segja samningu Vegagerðarinnar og Fjarðabyggðar þjónustu gatna í þéttbýli sveitarfélagsins. Og ýmis önnur mál sem hér komu til afgreiðslu. Númer 10, það var eins og áður að Fjarðabyggðin ekki sendi út hefðbundin jólakort á þessu ári en nýti fjármagn til eflingar jólasjóðsins sem við höfum styrkt undanfarin ár. Og einnig lið númer 15 nýlunda að koma óskum aðild að rekstrar- og uppbyggingarsamningi. Það fyrirliggur beiðni frá Sportklúbb Austurlands sem óskar eftir að gerast aðili að rekstrar- og uppbyggingarsamningum Fjarðabyggðar og Íþrótta- og tómstundanefnd hafði hitt forsvarsmenn klúbbsins sem kynnti verið nefndin starfsemi félagsins og Íþrótta- og tómstundanefnd hefur samþykkt fyrir sitt leyti aðkomu þess af rekstrar- og uppbyggingarsamningum. Þannig að bæjarráð tekur vel í erindið og fyrir bæjarstjóra að færa yfir málið fyrir næsta fund og mun það verða gert. Og ekki annað sem vildi minnast á í þessu að svo stöðu. Kæri Valdimar, leið og ég og mælskoðar opinn fá að kveða með hljóðsyn til nokkrum atriðum í fundargerð bæjarráðs. Svona sviptum slóðum og formaður aðeins að vekja athygli á lið 2 í fundargerð 500. fundar. En auglýsing umsóknar byggðakvóta, þetta var sem sagt, þannig komum inn bréf frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Annars vegar það sem hafnað beiðni okkar að 2. aflamarks verði sleppt. Við höfum gert það á ósk, kannski svona veikari svæða hér eins og Mjóafjarðar, þar sem tvöföldun erfið, það tonna móti tonni, menn leggir tonna móti hverju tonni byggðakvóta. Það alveg klárt virðist vera höndur ráðuneytisins og við höfum svo sem áður farið í þessu umræðu við ráðuneytið í gegnum tíðina. Því að byggðakvótaúthlutun hefur gengið vel hjá Fjarðabyggð liðin ár sem nú ekki alveg sjálfgefið í sveitarfélögunum öllum, eins og við höfum séð svona vítt og breitt um landið. En það alveg ófrávíkjanleg krafa ráðuneytisins í tengslum við byggðakvóta þarna komið til 2. aflamarks. Og þrátt fyrir að bent hafi verið það rök og kannski veika stöðu þessara byggðar, þá sé það ekki tekið til byggðakvóti sem til þess að mæta veikri stöðuna móti verða að koma framlag þeirra sem hann sækja. Þannig líka svona farið yfir, við höfum óskum eftir rökstuðningi af hverju byggðakvóti ekki úthlutað til fleiri byggðarlaga í Fjarðabyggð. Það hefur verið umræðan það svo árabil að aðilar bæði á Reyðarfirði, Neskaupstað og Eskifirði hafa gert við það athugasemdir að þrátt fyrir að bæði náttúrulega Neskaupstað og Eskifirði séu stór sjávarútvegsfyrirtæki þá hafi minnkað kvóti hjá þeim sem í smábátaútgerð. Á Reyðarfirði náttúrulega hefur verið hverfandi sjávarútvegur síðastliðin ár og menn hafa ekki bundist það skorta að fá þau rök af hverju þessi hverfi fá ekki byggðakvóta. Við höfum sótt á hverju ári byggðakvóta fyrir öll hverfi Fjarðabyggðar, en það liggur alveg ljóst fyrir að í því mengi sem byggðakvótinn settur upp, það horft í atvinnuuppbyggingu, það horft í fjölgun og svo framvegis. Þannig að þetta að mati ráðuneytisins. Þráttur við fengið ýmis góð rök frá aðilum sem hafa stúderað þetta mikið innan sjávarútvegsfyrirtækjanna, þá sé það alveg að hendi ráðuneytisins þannig að sé ekki að ræða byggðakvótaúthlutanir í þessi hverfi Fjarðabyggðar vegna atvinnuástands og íbúaþróunar. Sem sé, byggðakvóti sé til þess að varna að koma móts við þau samfélög þar sem kvóti minnkar, atvinnuástandi hrakar og íbúum fækkar. Og ég vona þetta og ég hef svona svarað því sem ég hef verið spurður þeim aðilum sem aðeins hafa komið. En þetta kom sem ekki óvart þetta svar, við fengum þetta er líkt svar og við fengum fyrir nokkrum árum þegar við sóttum síðast líka rökstuðning og bentum það á. Það athugasemdir sem við höfum fengið að þetta sé með þessum hætti.
Aðeins í liður 7, svo formaður kom inn á bæjarráðs, rekstur félagsstundar, hefur auðlustur. Það samt ástæða til sem svo við vitum að leið að það hafa líka komið inn athugasemdir frá aðilum í veitingarekstri á Reyðarfirði núna í tengslu við útboð og félagsstundi. Við höfum bent á að við erum að bjóða nú út á grundvelli reglna endurgjörð gamalla húsa, fasteigna. Það er svona að greina áhyggjur og aðilum sem í rekstri á Reyðarfirði að sveitarfélagið sé að koma inn á þessu umræðu sem við áttum hér síðasteldi þegar við byggðum út Eigiskú. Að þetta er alltaf að verða stífari og meiri umræða af hálfu þeirra sem fjárfest hafa í gisti- og veitingarekstri og eru á þessum grundvelli að þeim finnst sveitarfélagið koma inn með þessi hús sín á ekki réttum grundvelli. Ég átti síðast samtal í morgun við aðila á Reyðarfirði sem hafði samband og hafði þessu miklar áhyggjur. Og sama skapið bentum við á að við höfum verið og leituðum eftir á sín tíma áliti Samkeppnisstofnunar hvernig þessu skuli staðið og þar fyrst og fremst snýst að því að þetta skuli vera opið gegnsæi útboð og þetta útboð sé ekki með sama hætti og hinn, þetta sé verið að horfa í endurgerð gamalla húsa og húsið farið þá á hendur þeim sem getur lagt fram slíka áætlun og síðan við þann bær. Svo verður að koma ljós hvað kemur út í. Það er vonandi því að félagsfundur þarf verulega orðið á viðhald að halda og hefur verið lítið sem ekkert notað núna ég held bara árabil með að segja. Eins og sem félagsheimili okkar eru að hafa því miður ekki næga nýtingu. Ég tel líka ástæðan fyrir hlið 11 að fagna því að nýgerður kjarasamningur félags grunnskólakennara hafi verið samþykktur í vikunni. En enga síður, eins og við vitum, þá er þetta einungis samningur til 1 árs og það býður okkar gríðarlega mikið vinna því að það var mikil þáttaka sem ánægilegt í þessu kjarasamningin var að heyra. En það eru skiptar skoðanir og grunnskólakennarar eru ósáttir við sín kjör og starfsumhverfi kannski líka og ég held að það sé full ástæða fyrir sveitarfélögin og launendur okkar að vinna vel á þessu ári með félagi grunnskólakennara til þess að menn nái sátt í þessa deilu sem svo sannlega hefur verið mjög erfið. En ánægilegt samt að þessi samningur sé í höfn og menn hafi þá það andrými næsta árið til þess að taka þá vinnu áfram. Samvætti við þjónustu í þéttbýli í fundargerð 501, liður 3, líkt og Valdimar kom inn á, þá hér samningur fyrir árið 2016. Það er alveg ljóst að samningar okkar við Vegagerðina, ég skulum segja að við teljum okkur hafa borið skarðan hlut frá borði í þeim efnum og það býður næsta árs fyrir árið 2017 og taka þá samningin gerð helst sem fyrst og við höfum rætt við forstöðumann þjónustumiðstöðvar og sviðsstjóra framkvæmdasviðs að við byrjum fyrr á þessu og reynum að ná saman. Það er þessi samningur kannski má segja sleppur á þessu ári gagnvart því sem við höfum lagt í þessu viðhaldi en það er ljóst að við þurfum að gera og Vegagerðin er ekki ofhaldin vegna þess að þeir hafa haft mjög lág framlög og fjárlög í þjónustu í þéttbýli og hafa ákvæmt reynt að fela sveitarfélögum að taka við þessum vegum. Það hefur alveg skýrt í eignarskipulags- og umhverfisnefnd þann tíma sem ég hef setið þar og áður og við höfum átt svo sem umræðum þetta mörgliðið kjörtímabil að Vegagerðin, við tökum ekki við þessum vegum nema Vegagerðin skili þeim lagi sem þeir eiga að vera. Það er bara þannig. Við þurfum ekki þegar tími, það er samkomulag við Vegagerðin eins og það Vegagerðin ber ábyrgð á þessu og það er ekki ástæða til annars heldur en þeir bara sinni því áfram. Þangað til að það hefur fundist á því lausn hvernig þeir skila vegunum af sér. Aðeins í sambandi við lið 11 fjárlagafrumvarp 2017 á að vera hér, ekki 2016. En bæjarráðið lýsti hann yfir áhyggjum að skertu framlag til margra ríkisstofnana og verkefni á Austurlandi sem kom nú fram í þessu boðaða fjárlagafrumvarpi sem er nú í meðferð þingsins. Og ég verð að segja það að þetta var verulegt áfall þetta fjárlagafrumvarp. Þetta unni núna við svolítið sérstakar aðstæður, undir stjórn starfsstjórnar, þannig að þetta er nú unni meira minni í ráðuneytum, embættismönnum. Og við skulum segja að það hafi allir þeirra viltustu draumar ræst á mörgum sviðum. Þetta er líka fyrsta fjárlagafrumvarp sem er unnið samkvæmt nýginni í ríkisfjármálaáætlun. Það kemur nú kannski það sem hefur nú gagnrýnt hér á þessum stóla áður, að ríkisfjármálaáætlun er nú ekki, það verður nú oft sérstakt að eiga við það held ég, í framtíðinni. Það er gríðarlega áfall, sýslumannsembættið á Austurlandi fær á sig niðurskurðarkröfu. Það er því líka gert takast á við hallarekstur sem er töluverður.
það gerir það verkum að hann á engra kosta völ, eins og hann kynnti í sínu erindi sem hér kom, heldur hann að loka einhverjum að skrifstofu embættisins. Hann rekur núna skrifstofur á fyrir utan Seyðisfjörð, Egilsstöðum, Eskifirði og Vopnafirði. Og Austurbrú er ekki að fá eins og það sama til fræðslumála á næsta fjárhagsári eins og það er að fá í ár. Og skulum taka fram sko að það er krónutölu framlög hjá ríkinu, ekki vísitöluhækkanir. Þannig að kjara leiðréttingar þeirra sem þarna eru hafa étið þessi framlög frá þau voru gerð. Og það hefur legið fyrir hjá Austurbrú og að þetta tengist nú sveitarfélögunum að við þurfum að eiga umræðu við ríkið reikniregluna. Það verður ekki hægt til að búa að mynda nýja ríkisstjórn. En við töldum þá allavega að vera að fá speglun á fjárlögum ársins 2016. Það reyndu sannleiknir að 25 milljónum undir. Og nú þegar erum við sko 2 stöðugildum undir í endurmenntunarmálunum og erum í raun og veru sko bara njótum þess hversu mikill má segja einhugur og kraftur í starfsmönnum stofnunarinnar að láta þetta ganga. Að kenna það magn, það námskeið sem það er báðið upp á. En verði ekki breyting á þá er það alveg morgunljóst að það verður mikill niðurskurður þessum vígstöðum. Ég hef átt núna og búin að eiga fundi og með þingmönnum og fjárlaganefnd og þetta og ég vona að þetta árum til betri vegar. 1,5 milljarðar var skorinn á Norðfjarðargöngum. Norðfjarðargöngur í samningsbundin. Ef að ljúka 1. september 2017 verði þeim ekki lokið þá leggjast held ég 50 milljónir á dag á verktakann í dagsektum ef hann er ekki lokið. Þannig ég gerði það fyrir að verktakinn óski bara til sömu dagsektunum ef því ekki lokið gætt sér. En þetta menn sjá að það er svona, það hefur verið vel og frjálslega gengið. Við höfum átt mikla umræður um ofanflóðasjóð, það eftir sömuleiðis fyrir því að það vantar í greiðslu eða gjaldahlið frumvarpsins að það sé heimilar meiri útgreiðslur úr ofanflóðasjóð. Í ofanflóðasjóðnum 12 milljarðar í Seðlabankanum geymdir og inn í hann koma 2,1 milljarðar á ári, 2,3 með vöxtum og verðbótum. Þannig og við bíðum eftir því að framkvæmdin ljúki hér. Við vitum að Eskifjarðarframkvæmdina munu halda áfram, en til þess að Norðfjarðarframkvæmdin geti haldið áfram þá þarf aukna útgreiðslu upp á einhverja 350 milljónir á ári og þetta er allt saman sem við höfum verið og fleiri verið að ganga núna bónleið til þings að taka tillit til í því fjárlaga frumvarp sem framöndan er. Að allavega endurspegli árið í ár. Og menn séum ekki að gera kannski einhverja nýjar róttækar breytingar fyrir en þá ný ríkisstjórn hefur sest að. Þannig að það er ágóð og ég hvet bæjarfulltrúa til þess að beita sínum áhrifum til þingmanna sem þekkja að hafa samband við að hvetja til þess að þetta komist allavega til skila. Þannig að við horfum nú fram á allavega að við séum á sama stað í dag. Því að það er margóttir farið að það hallar á Austurland allir verulega í mörgum liðum fjárlögum. Jákvætt samt að svona það eru jákvæð merki gagnvart framlagi verkmenntaskólans að ekki og heilbrigðisstofnun virðist vera hafa náð einhverjum svona viðspyrnu, en það er margt svona sem þarf að skoða því miður á næstu árum. Það var nú svona ekki fleira sem en ég vildi bara vekja athygli bæjarfulltrúa á þessu. Orðið laust sem fundi ekki bæjar ás 505 breytt. Ég held að þessi hljóðs. Einar Már, Björnsson. Forseti góðir bæjarfulltrúar, örfáir liðir hér sem áttu athygli mína. Það er fyrst liður 2 í fundagerðinni frá fundi nr. 500. Það er varðandi byggðakvóta málin. Forseti fór nú ágætlega yfir þau efnislega. Það sem að vekur sérstaka athygli mína er svar ráðuneytisins varðandi það að hverju þetta er eingöngu sett í 2 byggðakjarna, byggðakvótinn. Það er hægt með rökum að benda á, sýnist mér að það sé minnst hæpið að ráðuneyti túlki lögin eins og hægt væri að minnst að túlka þau. Það er hægt að halda því fram að túlkun þeirra sé býsna frjálsleg og hafi verið í gegnum tíðina. Þannig ég hvet bæjarráðið sérstaklega til þess að fara afar vel yfir þetta svar og velta því fyrir sér með fullri alvöru
hvort að það sé ekki eðlilegt að þetta mál fari til umboðsmanns Alþingis. Það eru nokkur dæmi það að ráðuneytin hafa fengið slík mál á sig og nokkur dæmi það að umboðsmaður Alþingis hafi bent á að túlkanir ráðuneytina standist ekki nákvæma skoðun og þá séu þeir að túlka frjálslega lögin. Og ég hef séð pappíra sem benda til þess að það sé að minnsta kosti hæpið að ráðuneyti geti staðið í báðar fætur varðandi túlkun sína á lögunum. Það sé erfitt að átta sig á því hvernig sú ákvörðun sem tekin var fyrir ansi löngu síðan að ákveðni byggðakjarnar hér hjá okkur ættu ekki neina möguleika til að fá byggðakvóta. Nú, þetta síðan auðvitað spurning burt sér frá þessu sem að við ættum auðvitað að velta fyrir okkur. Er það alveg öruggt mál að þessi meðferð á aflaheimildum sé sú besta gagnvart þessum byggðakjörnum sem þó fá? Ég ætla að leyfa mér að hafa efasemdir það. Ég tel að ef að þessar aflahlutdeildir væru metnar til verðmæta, þá væri hægt að færa fyrir því býsna góð rök að þá fjármuni sem hægt væri að fá fyrir þetta, að þeir myndu nýtast miklu mun betur til uppbygginga til framtíðar í þessum byggðakjörnum. En það eins og einhverjir hafi einhvern tímann tekið þá trú að þetta væri það eina sem gæti bjargað byggðakjörnum sem að hafa lent í, ef maður segja, hremmingum eða afleiðingum þess að menn hafa auðvitað farið þá leið að gæta þess að ná sem bestri hagræðingu í sjávarútvegi. Það er auðvitað kallað á samþjöppun og ýmis byggðarlög hafa farið býsna illa út úr því. Það var hins vegar í upphafi alltaf rætt það að þetta blasti við, þetta myndi gerast og það var alltaf talað að það yrði gripið til aðgerða til þess að bæta þessum byggðakjörnum þann vanda sem við blasti. En því miður er það svolítið íslenskt fyrirbæri að sjá vandan fyrir en gera ekkert í því og láta svo bara vandan vera og láta hann svo verða alltaf því óleysanlega. Það er nefnilega svolítið þannig, finnst mér, að þessi aðferð hún er svolítið eins og menn sé að reyna að breyta byggðarlögunum til fortíðar en ekki til framtíðar. Vegna þess að ég sé ekki fyrir mér að byggðarlögin muni vaxa og dafna ef það er eingöngu horft til þess að þau afli bara sjávarfangs og það verði vinnsla á þeim grundvelli á þessu stöðum. Við sjáum alveg hvernig vinnslan að þróast í dag. Hún ekki að þróast í mjög litla einingar, heldur þau öfugt. Þannig að ég held að sé eitthvað annað sem að nýtist þessum byggðarlögum betur en þetta. Þannig að ég held að við höfum einhvern tímann að leyfa okkur það að taka upp umræður það. Er hægt að hafa áhrif á það að það sé hugsanlega einhver önnur leið án þess að það þurfi sjáum að kosta ríkisvaldið sem við sjáum að skortir æti fjármuni eina einustu krónu. Heldur að það væri bara fundin leið til þess að koma þessu í verðmæti sem að byggðarlögin hefðu síðan í sínum höndum hvernig best væri að fara með, auðvitað með ákveðnum hömlum í þessa átt að tryggja það ákveðni byggðakjarnar fengi að njóta. Ekki meira það að sinni en gæti þó orðið síðar einhvað meira. Aðeins varðandi þau gleðitíðindi sem að forseti nefndi hér að það hefði þó tekist að ná samningum við félag grunnskólakennara og þeir hafa verið samþykktir. Þá tek ég undir þær áhyggjur sem að framkomu. Í fyrsta lagi það að þetta ekki samþykkt með neinum yfirgnæfandi meirihluta. Það gífurleg óánægja í hópi grunnskólakennara og ég held að rétta orðið yfir þennan samning sé vopnahlé. Það hafi verið sami vopnahlé í þetta ár og það þurfa að nýta það mjög vel til þess að ná raunverulegum samningum. Ég ætla ekki að fara með það talnaefni sem að ég fór með hér fyrir nokkurum fundum síðan þá þróun, ég vil segja gegnvænlegu þróun sem áttu sér stað sem hefur valdið því að nú bendir ýmislegt til þess því miður að starfsmenn sveitarfélaga sé að mynda svona sérstaka láglaunahópa. Það hlýtur að vera áhugjefni allra sveitarstjórna að slíkt sé að gerast og það hlýtur að kalla á það að menn velti fyrir sér þeirri stefnu sem hefur verið framfylgt því að
hefur auðvitað þá stóru hættu í för með sér að starfsfólk leiti frá sveitarfélögunum ekki til þeirra. Við viljum auðvitað hafa hæfasta og besta starfsfólki sem völur á, því að við teljum að sveitarfélögum sé að sinna slíkum verkefnum að það þurfi á slíku að halda. Síðan það hér í fundargerð frá fundi 501. Þar vil ég sérstaklega fagna því að tillaga sú sem við fjarlægstunum fluttum hér fyrir nokkurum fundum nú komin tilbaka til bæjarstjórnar til staðfestingar og búin að fá svona meðferð í nefndum og kerfinu eins og vera ber. Ég sakna þess að vísu að félög eldri borgara skuli ekki hafa fengið þetta til umsagnar en ger engan ágreining það, bara vek athygli á því að ég tel að sko þroskuð og þróuð stjórnsýsla hefði sjálfvirkt látið hagsmunaaðila fjalla málið. En við eigum bara það eftir og við vonandi þroskust og þróumst og það verður svona næstu umferð. En aðalatriðið þetta, tillagan komin hér og ég vænti þess að hún verði samþykkt að sjálfsögðu samhljóða ef ekki með lóaklappi. Þannig að það fagnaðarefnið og við vonum auðvitað að félag eldri borgara verið fljóta því þegar það kemur að skipa sína fulltrúa og að ráðið geti tekið til starfa og komið með gagnlegar ábendingar og jafnvel tillögur það sem betur má fara í málefnum þessa hóps hjá sveitarfélaginu sem auðvitað mikilvægur hópur og býr að sjálfsögðu yfir mikill reynslu og getur að sjálfsögðu á ýmsum sviðum bætt samfélagið. Aðeins að lokum fjárlagafrumvarpið tók eftir því að forseti sem að tilheyrir nú eins og öllum kunnugt öðrum ríkisstjórnarflokknum vildi nú gera lítið úr ábyrgð flokkana sem nú í þessari starfsstjórn og þetta meina ráðuneytin hefðu þar lent unni þetta allt saman. Ég get nú bætt örlítið inn í það að það nú hefðbundið að ráðuneytin vinna þetta nú yfirleitt allt saman, þannig að ég nú hræddur að það sé ekkert rosalegur munur á þessari vinnu og áður. Það auðvitað þó að menn sé í starfsstjórn þá hafa menn auðvitað ákveðna pólitísku línu sem að lögð við gerðlega fjárlagafrumvarps og þetta hljóta hreinlega að vera ákveðnar áherslur sem að ríkisstjórnarflokkarnir að leggja með þessu en leið gera sér að sjálfsögðu grein fyrir því að þeir hafa enga möguleika á að keyra þetta í gegnum þingið, þannig að það verða sjálfsögðu á þessu verulega breytingar gerir ráð fyrir og full ástæða til eins og forseti benti ágætlega á. Það mjög mörg varúðar merki sem að menn þurfa að vekja athygli á að ekki mega fara í gegn. En það hins vegar auðvitað eðlilegt að menn keyri eftir ríkisfjármála áætluninni varðandi sérstaklega afgangi því að menn þurfa að passa sig á því að menn keyri það en innan þess ramma auðvitað ýmsir möguleikar og menn megi ekki gleyma því að ef það þarf að auka útgjöld þá þetta hinn möguleikin líka að auka tekjur og menn hafa þetta ýmsar leiðir í því að þar kannski eru átaka punktarnir hvernig á að fara í slíkt en við sem að teljum að þarf að auka útgjöldin við að sjálfsögðu gerum okkur vonandi öll grein fyrir því að þá verður að auka tekjur á móti og þá verða menn auðvitað vera menn til þess að standa við slíkt en það kannski megin vandi allavega þeirra sem í þessari starfsstjórn sitja með að hluta til að þar virðist vera ótti við auknar tekjur og einhverjum ástæðum. Nú, ég vil aðeins vekja athygli á því að við á síðasta aðalfundi SSA samþykktum þar ályktun það að það væri brýnt verkefni að auka hlutdeild Austurlands sérstaklega í háskóla, kennslu og háskólarannsóknum og töldum þar með nokkurum rökum að halla all verulega á fjórðunginn svo 100 milljóna skipti árlega. Þannig að þar mjög stórt verkefni sem ekki má gleymast. Ég ger ekki ráð fyrir því að við vinnum sigur í því í fjárlögum næsta árs. Það myndum koma mér mjög óvart. En þetta svona örlítið til framtíðar að menn þurfa að halda þessu á lofti og það eiginlega nauðsynlegt að menn aðeins minni á í þessar umferð og hver þá sem aðstöðu hafa til þess að gera það. Þannig að við getum átt vonað því að ná að minnskosti stóru skrefi í þessa átt fyrir fjárlög 2018. Valdimar Hermansson biður morgun.
Forseti, aðeins að koma inn á hérna sömu atriðin. Það er rétt með lið 2 í 500 að varandi byggðakvótann að það er sjálfsagt að skoða þetta. Þetta var enda verið ítrekað spurt þetta varandi rökin og hérna var óskað sérstaklega eftir að fá rökstuðning við ákvörðuninni. En það er rétt og ég deili því með Einari Má að það eru skipta skoðanir byggðakvóta yfirleitt og menn hafa margar skoðanir af því og þetta er oft vegna breytinga á atvinnuháttum og hafa fyrst og fremst verið óskir sveitarfélagana sem að fyrir því lenda að missa kvóta eða missa frá sig kvóta. En ég er sammála því að þarna mætti koma ný nálgun og nota þá fjármunina til annara atvinnuhátta til að bregðast við breyttum atvinnuháttum sem að hafa verið fyrirsjáanlegir og verða áfram í sömu átt. Og hversu mikið sem að byggðakvótinn sjálfur spilar þar inn í. Ég deili því líka með lið 11 með að því kom ekki inn á það áðan varðandi kjarasamning við grunnskólakennara að það sem kannski var til þess að hann var samþykktur að hann var bara til 1 árs og þarna voru 2 bókanir sem voru einmitt til þess að menn notuð þetta ár til frekara skoðunar og greiningar á þessum innviðum og þeim þáttum sem að menn hafa ekki verið sáttir við og við munum leggja okkar til og hvetja menn til þess að nýta þetta vel þetta ár til þess að fara vel yfir þessi atriði. Og aðeins varðandi fjárlagafrumvarpið sem kom heldur ekki inn á áðan að búið að fara ágætlega yfir að það er vissulega rétt að þetta er öðruvísi fjárlagafrumvarp núna, þetta er svo kallað embættismannafrumvarp en ég hafði það eftir fjárlaganefndar manni frá síðusta kjörtímabili að þau fengu fráfarandi fjárlaganefnd fékk eina kynningu á stöðunni síðastliðið haust en öðru leyti var þetta nánast eftir nýrri fjármálaáætlun og það er út af fyrir sig fagnaðarefni það sé ný nálgun með að það sé gerð fjármálaáætlun til lengri tíma og það má vísa til að sveitarfélögin hafa þurft að gera þetta núna í mörg ár og þannig að þetta er vissulega munur þó að vissulega sé fráfarandi stjórn ekki er ábyrg fyrir málinu svo langt sem það nær. Annað varðandi þetta að eins og framkom hjá forseta þá hafa kjörnumfulltrúar og bæjarstjóri sérstaklega verið að ýta við ýmsum málum og þar meðal varðandi ofanflóðasjóð og af því tilefni hefur verið sent erindi sérstaklega til þingmanna kjördæmisins til þess að brýna þá og fleiri hafa lagst á þingmenn til þess að ná því brautargengi vegna þess að það er runni til þessi peninga það er bara heimil til þess að nýta þá á næsta ári. Og að lokum vildi ég minnast á í þessu samhengi sem nú að því að hafa minnst á framtíðarmúsíkina að ég er ánægð með það og eftir lestur blað sem kom inn á öll heimil í dag eða núna í vikunni hvað okkar áherslur eða áherslur SSA sérstakar 6 áherslur sem við tölum fyrir hvað þetta við fengið mikla athygli meðal annars í fjölmiðlum og var það nú einmitt rökin fyrir að leggja fram 6 áhersluatriði þar sem meðal annars var minnst á fjarnám og háskólanám og þó svo að það kom ekki í einu vettvangi að þá hefur þetta fengið mikla athygli vegna þess að fjölmiðlar ekki að lesa vel 30 til 50 ályktanir frá svona aðalfundum. Takk fyrir Valdimar. Ég vil taka undir Valdimar með áhersluna 6 sem meira svo hann kom inn á þá tók Eyþing þetta upp líka sá ég á sínum aðalfundi sem haldið var núna svona mánuði síðan eitthvað. Þeir lögðu fram sem sagt svona fá áherslupunkta að viðskiptin ekki stóran og mikinn ályktun að pakka. Þannig að þetta vonandi verður til þess að eyða tortryggni gagnvart þessum áherslum atriðum á næsta aðalfundi SSA. En svo sem ekki meira bæti að fá kannski aðeins sem eru rétt að undir fjárlagaliðnum að ég vonu sannlega að það sé núna og nú er lag á þingi því að nú þarf að mynda meirihluta í kringum fjárlög þær næsta árs. Það verður ekki gert með full þingi í ríkisstjórnarflokkana og ég vona sannlega að þeir sem Einar Már vitnar nú til að þeir komi í það og gangi það verk. Ég svo heppinn að vera í talsambandi við mína flokksfélaga, þannig að ég gengið það vel að eiga við þá, þannig að ég hef ekki áhyggjur af því, ég hef meira áhyggjur af því að þetta komi ekki. Mér hefur skortað svolítið svona heilt yfir skilning á nauðsyn ýmissa mála á Austurlandi, það burt sér frá flokkum. Þannig að ég vona svo sannlega núna
að menn taki þetta í þessari umræðu sem nú fer fram í fjárlaganefnd og þá þurfa menn einmitt að tala sig þessu kurs og þessi fjárlög renni í gegn með breytingum, allavega þannig að það endurspegli líðið ár, eða ár sem er að líða. En orðið laust fundargerðir bæjarráðs, 500. Ester Ösp gerir hér. Forseti og góði fundamenn. Ég ætla að fá að spurjast hérna fyrir nokkur atriði í fundargerð 500 frá bæjarráði. Aðalega vegna þess að mér finnst eins og svo oft áður þær bókanir sem fylgja fundargerðunum ekki segja þeim sem ekki þekkja til mikið. Þó að við kannski vitum hvað er talað, þá hefði ég ekki aðgang að fundargögnum, þá væri ég litlu nær eftir að hafa lesið til dæmis lið 1 þjónustu og framkvæmdamiðstöð. Og það væri mjög gott ef einhver gæti bara svona upplýst fundinn aðeins meira hvað þessar áætlanir fela í sér. Það sama á eiginlega við reglur upplýsingatæknimál. Þar eru framlögð drög að verklagsreglum vegna aðgangs þjónustu aðila að upplýsingatæknikerfum hjá Fjarðabyggð. Þetta segir allavega þeim sem ekki þekkja til mjög lítið. Það væri gott að fá aðeins frekari upplýsingar þessa 2 liði. Svo langar mig til þess að innbra hér á umræðu sem við höfum nú einhvern tímann átt óformlega, en ég held við höfum ekki rætt hér í ræðustól áður allavega, og tengja það við liði hér 3 og 4 í fundargerð 500, þar sem hér verða uppfæra tæknikerfi sem bærinn notast við. Við horfum nú hér á, man ekki hvort það var í fyrra eða hitti fyrra, úttektir á upplýsingatæknikerfum ríkisins, þar sem var verið að skoða samhengi þeirra kerfa og þeirra peninga sem hefði verið eytt í þau, og það var nú ekki glæsilegur samanburður alltaf hreint. Þess vegna langar mig til þess að velta því upp hér í samhengi við þetta, hvort að við eigum ekki að fara að skoða það alvarlega að opna okkar bókhald, sveitarfélagsins, almennilega, og gera það aðgengilegt hverjum sem það vil skoða, eins og nú er verið að gera í Reykjavík. Við tölum allavega svona flest öll á tyllidögum opnari stjórnsýslu og gegnsæri vinnubrögð, og ég held að þetta væri bara eitt mjög gott tæki í því tilliti. Og hvet okkur bara til að taka þá umræðu, ef ekki hér í dag, þá bara við betra tækifæri. Að endingu langar mig síðan til þess að innbra á fyrri bókunum Fjarðalistans lið 13, og langar bara til þess að minna á það að við höfum hér síðan 2011 bókað þá umræðu sem hefur átt sér stað olíubirgðastöð í Reyðarfirði, að ef til þess kemur að þetta mál kemst á eitthvað alvarlegt stig, við höfum það miklar efasemdir og leggjum mikla áherslu á það að hér fari fram íbúakosning þessa olíubirgðastöð. Ester, Páll Björgvin hefur beðið orðið til svara. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, góðan daginn. Ég ætla að byrja því kannski bara að svara kannski það sem að lítur kannski mest að mér, það er að þjónustu og framkvæmdamiðstöð. Það má kannski segja upp að þessu er það skipulagsbreytingar sem við fórum á stað með og samþykkt var fyrir akkurat 1 ári síðan, þegar við breyttum skipurinn til sveitarfélagsins. Og þar var raun og gerðar nokkrar breytingar á framkvæmdasviðinu og meðal annars lagt upp með það í því að setja saman eina þjónustumiðstöð, þar að segja starfsemi hafna og þjónustumiðstöð. Strax þá í janúar þá var auglýst svona lykilstarf í þessu sem að forstöðumaður þjónustu og framkvæmdamiðstöðvar, og sá starfsmaður kom til starfa í byrjun sumars, lendi síðan í óhappi og komur raun og ekki til fullu starfa fyrir núna í haust. Og síðan þá hefur verið að vinna þetta í mjög miklu samráði við starfsmenn. Því það er nú ekki alveg þannig að það sé hægt að skella þessu bara saman, senda fólki bréf, breyta erindisbréfum,
eða starfslýsingum, og á þessu máli hefur fólk ýmsar skoðanir. Við höfum semst verið að leggja upp með það að hafa mikið samræð um það hvernig við gerum þetta. Og þetta einfallega bara tekur tíma. Staðan er einfallega svo að við erum núna að setja þessar miðstöður upp og reyna átt okkur því hvernig við getum gert það. Og undir þessu fundarlið þá var bara verið að kynna bæjaráði þær hugmyndir með hvaða hætti og raun og veru leyfa bæjaráði fylgjast bara með grannt það hvernig væri staðið þessari vinnu. Og ég tel að þessi vinna eigi nokkuð í land ennþá, að við höfum eftir að sjá þessa stöð eina vegna þess að við erum ennþá með fólk sem starfar á höfnunum, það mun vinna þar áfram í sínu störfum, svo erum við með fólk í þjónustumiðstöðunum, en nýjir starfsmenn sem koma núna til starfa, þeir eru ráðnir inn hjá þessari einni þjónustu og framkvæmdamiðstöð. Og við erum náttúrulega að leita til því að fá þarna út svona ákveðna samlegð, það er að segja þeirra sem annars vegar starfa í þjónustumiðstöðum og hins vegar á höfnum, og nýta þannig krafta okkar betur. Annars er rétt sem Ester segir, það mætti örugglega bóka oft meir um þetta, en allar reglur sem hún var að spyrja hér út í varandi 3, 4 og 5, að þetta er náttúrulega alls sama reglur sem eru aðgengilegar og við getum allt ávalt sent út þessar reglur eða þessi blöð svo lengi sem þau eru ekki trúnaðarmál. Og þá við þetta alls saman, ef að fólki finnst þetta ekki nægjanlegt, þá getur fólk fengið afrit af öllum þeim reglum sem eru til meðhandlunar hjá bæjaráði á hverjum tíma. Það var kannski spurt sérstaklega út í lið 4, uppfærsla á vondkerfum og innleiðing á upplýsingagátt, að þarna er raun og veru við erum með þjónustu við Nýherja og það eru aðilar sem við erum að hringja í til að fá þjónustu til þess að var tölvan okkar bilar eða eitthvað kerfi, og þarna vorum við að bregðast við ábendingum sem hefðu komið í endurskoðun sveitarfélagsins og, já, ekki lið 4? 5, það er 5 fyrirgeði. Lið 5, ég er að svara því sem sagt reglum um upplýsingatæknimál, hvernig raun og veru staðið er að því, og ég held að reglurna verði bara að tala sínu máli í því. Opna bókhaldið, það er svo margt sem þarf að vinna í sem snýra stjórnsýslunni hjá okkur varandi vefinn og framvegis, við vorum að halda áfram og þetta kann að vera liður því, það er kannski bara einhver annars verður að svara því hvort að fólk vil opna bókhaldið, það ættir að lítið mál því að það er svo sem ekkert í bókhaldinu neitt leyndarmál. En ég get svarað, ef að þið viljið fá frekari svör, þá vil ég tilbúin að svara. Ég reynda bendi bæjarfulltrúum á það enn og aftur að hafi fólk fyrirspurn til bæjarstjóra, þá vil ég gjarnan fá þær samkvæmt fundarsköpum bæjarstjórnar með fyrirvara til þess að bæta gæði þeirra og vera með betra og skýrari svör þegar það er spurt. Og ég fórst eitthvað nokkuð sem það er þetta hér á fundum. Auðvitað reynir maður ekki best að svara hér beint úr stólnum, en það væri mjög gott að fá spurningarna fyrirfram og koma þá betur undirbúin, og eins og bara reglur gera ráð fyrir í okkar reglur. Gafri Páll, bara aðeins að fá að bæta við, og það er rétt að það er ágætt með fyrirspurnina að það sé komið tímanlega, þannig að hægt sé að útbúa jafnvel minnisblöð þeim samlega. Aðeins bara til að bæta við, eins og bæjarstjóri kom inn á í samtíð lið 5 reglur um upplýsingatæknimál, að í athugasemd í endurskoðunarskýrslu á bent á skortireglur eins og hann kom inn á. Þarna er að ræða úthlutun aðgangs fyrir þjónustuaðilana og eftirlit með þeim aðgangi. Annars vegar við Nýherja og hins vegar við aðra þá aðila sem þjónusta kerfi Fjarðabyggðar til að gæta þeirra upplýsingar sem eru og persónu upplýsingar. Þannig að það sé skýra línur í þeim efnum þegar koma viðgerðum, uppfærslum, þjónustu, að þá hafi menn aðgang eftir á hvaða stigi menn þjónusta, kerfistjóra aðgang og svo framvegis og minni, og það verið að setja það umgjörð. Í rauninu kannski aðgangurinn hefur ekkert breyst, hann hefur verið til staðar og menn hafa sinnt þessum lið, en það hefur kom fram ábending í endurskoðunarskýrslu á liðna ári að þetta mætti vera skýrara líka regluverk, skjalfest, og það verður tekið hér fyrir til afgreiðslu hér eftir, en þetta snýst semst aðgang þjónustuaðilana
að upplýsingatæknimálum eða upplýsingum í kerfinum okkar. Það er rétt í lið 3 og 4 að sem sagt við erum annars verið að leggja niður eða starfsmannasvið er að breyta í viðveruskráningunni úr bakverði sem við höfum haft sem útstöðunar eru yfir í vinnustund sem er bara í ljósi bara þróunar í viðverukerfum. Þá er vinnustundin ríki meðal annars nota vinnustund, það er kerfi sem býður upp á meiri umhald og einfaldunleika á þeim og á sama tíma bakverður þyrfti á miklum uppfærslum orðið að halda. Og síðan í voninu er verið að horfa hvernig við reynum að því við höfum verið að vinna síðast einn ári sem er muna í bæjarráði í samstarfi við stjórnsýslu svið sveitarfélagsins að skerpa á íbúðagáttinni og stíga þetta skref náttúrulega eins og við geta fjárhagslega. Þetta eru líka töluverðir kostnaðir. Þarna erum við að koma vonandi í það að rafræn blöð með rafræn undirskrift verði tekin í gagn árið 2017. Það er orðið mjög brýnt. Við hefum svona viljað sjá það og það á að verða einfaldara með rafrænum skilríkjum og svo framvegis. Þetta getur svo leitt eins og Ester kom inn á bæjarfulltrúi að sem Reykjavíkurborgar gera nú að opna sitt bókhald, að það er líka eitt liður í þessu sem við þurfum að sjá hvernig við getum samtætt í okkar kerfi. Það hefur mikið verið unnið í og Snorri Styrkarsson fjármálaráðherra tók við, hann hefur verið ýmsum kerfislegum uppfærslum inn í bókhaldskerfum sveitarfélagsins og verið að bæði auka sýn og einföldunleika og vonandi leiði þetta þess að við getum opnað. Það er svona fróðlegt að sjá hvernig Reykjavíkurborg hefur leyst þetta líka bara upp á kostnaðaru þátttökuna, en það er svo sannlega ekkert að því að opna bókhald sveitarfélagsins. Þar er allt, þolir allt dagsins ljós. Þess að gefur að skilja í opinberum aðila sem fer í gegnum mjög ítarlega endurskoðun hverju ári. Þannig að það er full ástæður og bæjarráð tekið það til umræðu og skoðunar áfram í þessari vinnu sem það hefur lagst í hér nú. Lið 13 svo sem ekkert að segja að hann er á þessu stígi trúnaðarmál og ekkert svo sem rætt hér efnislega. En kemur öflust til umræðu ef áfram horfir í þeim efnum og maður getur þá skert á því í kringu það, en eins og er þá er hann færður í trúnaðarmálabók sveitarfélagsins og verður tekið til frekar umræðu í bæjarráð á næstum tekið mjög trúlega. En orðið laustum fundi ég bæra sem voru þetta að svara af einhverju af þeim fyrirspurnum sem beint var. Páll Björgvin. Forseti, aðeins að koma inn á lið 2. Mér finnst þetta raun og veru mjög einfalt mál. Það er pólitísk ákvörðun í landinu það að veita held í 3–4% af heildarkvótanum til byggðakvóta til þess að setja í byggðir sem að hafa orðið fyrir miklu áfalli í sínu atvinnulífi. Og hvernig sem að við lesum það út úr reglum eða lögum, þá er það bara þannig að þessi byggðakvóti fer til byggðarlaga þar sem að það hallar á atvinnulífi. Og það er bara þannig að það hallar ekki á atvinnulífin einum öðrum bæjarkjörnum heldur en á Stöðvarfirði og í Mjóafirði. Ég er aftur móti alveg sammála því að þessi svör voru ekki fannst mér nægilega trúverðug til að svara hugsanlega mjög miklum pælingu bak við reiknireglur sem kunna að vera bak við úthlutun á byggðakvóta. En ég held að ráðuneytið sé uppfylla grundvallar skilyrði lagana það að veita kvóta þanga sem að þörf er á honum. Fyrst að þá vera að fjalla kvóta, það kann að vera eitthvað annað eigi að koma frekar til byggðar aðstoðar heldur en kvóti, það er þá bara önnur pólitísk ákvörðun. Við höfum líka verið að búa til sérreglur það, meðal annars tengt byggðakvótanum, að aflinn sé unnin annars þar heldur á þessu stöðu vegna þess að það hefur ekki verið vinnsla þar sem að kvótin hefur þá komið á land. Og ég held ánast að þegar allir samningar utan eins, þar sem að gerður samningu við loðnuvinnsluna á Fáskrúðsfirði vinnsluðans afla sem kemur á land á Stöðvarfirði. Þannig að það eru tækifæri í þessu. Aftur á móti eru síðan bátar sem að koma og skrá sig á Stöðvarfirði til þess að veiða aflann og jafnvel hefur dregið aðeins úr því það eru oft afla mikil skip sem að koma annar staðar frá af landinu. En ef að bæra ákveðu það, kalla þetta frekar upplýsingar frá ráðuneytinu og við talum ekki umboðsmanni Alþingis, þá er bara sjálfsagt að gera það og fá botn í þetta mál. En mér finnst það ekki, ég held að breyta ekki neinu þetta, byggðakvótanum er beint þangað þar sem þörfið fyrir hann.
og atvinnulífi í öðrum byggðakjörnum bara mjög sterkt, eins og öll þekkjum og mjög sterk fyrirtæki þar að bakvið. Mér langar aðeins að líka að bæta við hérna varðandi lið, já það fundakjör 501 við fjárlagagerðina. Fjárlagafrumvarp 2016. Til gamans að leiða bara fólki sjá hérna ársreikning ofanflóðasjóð sem ég prentaði út af síðan í gær. Það var reyndar ekki rétt hjá mér sem að ég hafi sagt í ónibitni þetta væri eitthvað 12 milljarðar, þetta eru tæpir 15 milljarðar sem ofanflóðið er með í sjóði. Og þessi sjóður óx umfram útgjöld, alla þeir framkvæmdir sem í gangi árum 2014 og 2015 2,6 milljarðar. Þannig að það sem að koma inn í hann með vaxtatekjum að vaxa meira heldur en öll útgjöldin. Og þetta raun og veru eins og þið eflaust öll vitið, við erum að greiða þessi gjöld sem eigum eignir og þetta ákveðið prómil af bruna tryggingun okkar og það fer í þennan sjóð og mér finnst það mjög alvarlegt mál og mjög athyglisvert að við séum ekki, eða ríkið sé ekki að setja peninga í þær framkvæmdir sem við eigum að fara í samkvæmt lögum og snúa að öryggi og eignum fólks meðal annars hér í Neskaupstað, á Eskifirði og á Fáskrúðsfirði. Það enda búið að klára þær varnir sem þarf að byggja þar og við erum að vinna á, nú er verið að fara að setja ljósána í útboð Eskifirði, en við erum ekki að komast áfram núna með garðana hér í Neskaupstað ef að þessu verður ekki breytt, en nóg til af peningunum. Og þessi peningar, þeir ekki ætlaðir neitt annað, ekki neina aðra þjónustu hjá ríkinu. Þannig að ég ætla að leyfa mér að dreifa þessu eitthvað skoða þetta, því að þetta merkilegt plagg, opinbert plagg, og mér finnst að við eigum öll og bæjarfulltrúar sérstaklega að velta þessu máli vel fyrir sér. Takk fyrir Páll. Orðið laust fundakjör bæjarráðs, Einar Már, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, aðeins til þess að fyrirbyggja misskilning að þá var ég ekki að ræða lið 2 í fundargerð 500, það að segja varðandi byggðakvótann og annað, vegna þess að ég efast það hefði hallað á atvinnulífi á Stöðvarfirði og Mjóafirði. Það auðvitað viðsverið, það blasir auðvitað við öllum að þannig hefur það verið. Ég var nú aðalega að hugsa það að við gætum, vegna þess að ég held að við séum þetta með ákveðið tækifæri til þess að fá upplýsingar og í raun og veru ég vil eiginlega ganga svo langt að afhjúpa slæma stjórnsýslu, vegna þess að það hárrétt hjá bæjarstjóra að þetta pólitísk ákvörðun. Hún tekin fyrir mjög löngu síðan. Ég ekki viss hún standist skoðun hvernig hún var tekin. Ég hef séð dundaðalít við úthlutunarreglur og það blasir við að eftir þeim ekki alltaf farið. Það að segja að þegar þær henta ekki ákveðnum pólitískum skoðunum, og alveg burtséð frá því hvort þær pólitísku skoðun skiljiði réttar eða rangar gagnvart viðfangsefninu, en að hlutirnir passi ekki, og mér finnst að hvert einsta tækifæri sem að við sjáum eitthvað sem bendir til að hugsanlega sé stjórnsýslan ekki nægilega vönduð, að þá eigum við að nota tækifæri og vekja athygli á því, bara til að bæta hana, því að ekki veitir af. Eins og við vitum, það allt og mörg dæmi það að stjórnsýsla slæleg og menn komast upp með það áratugum saman. Og ég held líka, því að við erum nú að tala þessi viðkvæmu mál sem tengjast aflamarkinu og menn nota reyndar hugtakið kvótakerfi og nota það svo allavega mjótt eða svert eða hvað það er og leggja ýmislegt undir. Þá held ég að sé mjög mikilvægt að menn fari almennilega yfir þessu hluti. Og ég held að við getum til dæmis byrjað í okkur og velt fyrir okkur, já hverju til dæmis byggðakvótinn, alveg burtséð frá því við viljum að sjálfsögðu alltaf sækja hann og allan sem við getum fengið og nýta hann, en hverju hann í raun og veru að skila til byggðarlaganna? Hvað það sem verður eftir í byggðarlagunum, þrátt fyrir þennan byggðakvóta og þrátt fyrir það sem eins og við munið þegar umræða var hvað mest strandveiðina,
manni fannst nú á köflum og hún ætti bara að bjarga landsbyggðinni bara svona í eitt skipt fyrir öll. Hverju hefur hún skilað? Hverju hefur þetta sem sagt skilað til byggðarlagana á þessum árum sem að þetta hefur verið? Sérstaklega í uppbyggingu og að auka líkur á uppbyggingu í framtíðin. Ég held að þetta sé mjög nauðsynlegt fyrir okkur að skoða þetta. Þannig að það geti líka hugsanlega orðið vopn í baráttunni fyrir því að menn reyni að, eins og ég vil kalla þetta, færa þetta kerfi örlítið meira nær nútímanum og hætti að vera að horfa meira til fortíðarinnar en horfi meira til framtíðarinnar og þeirra uppbyggingar sem þarf að eiga sér stað. Takk fyrir Einar. Vilja fleiri kveðs ljósundi fundingin bæðinás? Ester gerði svo vel og svo Elvar. Forseti og góðir bæjarfulltrúar. Ég vil bara þakka fyrir svörin hérna áðan. Þetta nú ekki fyrsta sinn eins og komið það fram sem ég geri athugasemdir við það að mér finnst ekki nógu vel bókað eða nógu skýrt bókað þessa liði og ég vona bæjarstjóri takið ekki svona stint upp þó ég biðji einhverjar frekari útskýringar eða upplýsingar eins og hann á nú yfirleitt til þegar ég gera og óskar eftir 2 daga fyrirvara. Að það sjálfsögðu eðlilegt að fá 2 daga fyrirvara þegar að ræða upplýsingar sem að þarf að afla. En ég var einungis að óska eftir einhverju örlitlu kjöti og beinum þarna sem fyrri bókunin var 2 línur, svo seinni held ég 4 og hér eru 3 fulltrúar sem voru á þessum bæjarráðsfundi þannig að mér finnst ég ekki vera að leggja fram neina óraunhæfa eða ósanngjarna kröfu ef ég óska eftir aðeins nánari upplýsingum óundirbúið. Ástæðan fyrir því líka bara er stöðugt að hnýta í þetta eða að minnsta kosti mjög reglulega er svo að þetta var ekki svona þegar ég byrjaði hér í bæjarstjórn. Þá var bókað öðruvísi. Hér fylgdu oft minnisblöð og gögn með fundargerðunum þannig að þeir sem vildu fara þarna inn og skoða betur hvað máli snerist gátu gert það án þess að þurfa einhverja milligöngu þar Og mér langar kannski bara að óska eftir upplýsingum það, þó á því sé engin fyrirvari, hvers vegna þessu var breytt? Þú veist, var það einhver meðvituð ákvörðun að hætta að láta gögn fylgja með liðum í fundargerðum? Og eins og þið heyrið, þá er mér bara dálítið annt það að við opnum aðeins meira á það sem við erum að gera hér, vegna þess að eins og forseti sagði hér áðan, hvort sem það er þá bókhaldið eða fundargerðir, það er þola vissulega dagsins ljós og ég hef ekki miklar áhyggjur af því að hér verði allt morandi í reiðum íbúum. Þið sjáum nú að það er á þessum trefli er nú til dæmis engin óráðsía hér í húshitunarkostnaði og ýmislegt svona, þannig að það er bara betur sjá augu en auga. Við getum fengið ýmsar ábendingar eða hugmyndir í gegnum það eitt að opna bókhaldið, í gegnum það að gera fundargerðirnar okkar betri. Það kostar enga peninga, við erum hvort sem er að skrifa þær. Ég reikna með að það sé ekki annað en að haka við að láta fylgiskjölin fylgja. Þannig að ég held við getum gert það áns nokkurs tilkostnaðar og ég bara væri virkilega til í að heyra hvers vegna þessu var breytt. Því að mér fannst þetta bara eftirtektarvert hvað við stóðum okkur betur í þessu heldur en við gerum nú. Páll Björgvin kemur á Elvar tekur til máls til svara, gerðu svo það. Forseti, ég ætla bara að taka undir þetta algjörlega með bókanir og skjöl og ég hef sendt ykkur mjög nýlega öllum bæjarfulltrúum dæmi mjög vel ritaðar fundargerð og ég ætla ekki að skorast undir því að vera hér að það þurfa að bóka betur og jafnvel tengja skjöl en minni á þess að ég sé að koma ábyrgðan eitt annað að ritum fundargerðar og þau skjöl sem eru hægt að tengja við, og það er ekkert bannað, það hefur ekkert breyst, hefur og er raun og veru ábyrgð formanna fundana. Það er formaður nefndarinnar sem ber ábyrgð á ritum fundargerðarinnar og hvað stendur í fundargerðarinnar. Og ég hef, eins og þið viti, sendt ykkur ábendingur um það, hvað má betur fara varðandi ritum fundargerðarinnar. Mér finnst það líka, talandi um þetta og ég finnst bara flott að bæjarfulltrúi Ester kemur inn á þetta mál. Það er að ábyrgð okkur allra að það sé skrifað vel í fundargerðina. Við samþykkjum öll, eða þarf að segja bæjarfulltrúi að samþykkja þær fundargerðir sem eru skrifað. Og þær eru bara oft misjafnlega, það hefur ekkert breyst varðandi, við erum að fylgja ákveðlega sömu reglum
en það alveg rétt, það hefur ekki verið sett eins mikið út á neti til þess að beina tenginga við ýmis skjöl eins og var gert hérna á tímabili. Þannig að en oft það nú þannig með, ég held að sé langflest af þessum skjölum sem við erum að vinna með getur farið út á neti strax. Stundum þetta mál sem eru viðkvæm og kannski á einhvers konar vinnslustigi, þannig að það kannski, en koma síðan alltaf á endanum til afgreiðslu. Og eins og ég benda á það með alla þessar reglur að það hefði hægt að hafa linka inn á þær alla þannig að fólk hefði geta séð hvaða reglur og hvað það fjalla. Það koma reyndar allavega á vefinn strax og það nú reyndar þannig með stjórnsýsluna og ég bendi nú á launúttektina sem hann gerði hér síðast. Þeir sögðu okkur allavega það hjá PwC að þeir höfðu aldrei séð aðra eins stjórnsýslu á ævi sinni. Hvað var vel haldið utan um málið. Þannig að ég held að ég væri mjög stoltur af því að geta opnað einmitt þessa stjórnsýslu betur. Því að við höfum, eins og Jón Björn og forseti sagði, ekkert að fela. Og við höfum einmitt frá því að segja hvað vel haldið utan um margt hér. Sérstaklega finnst mér svona í launamálum og fjármálum almennt hjá okkar góðu mönnum sem stýra þeim sviðum. Það er fólk. Og ég fyrir við tökum aðeins bara umræðum inn á bæjarráði næst aðeins tengingun aftur svona. Við þurfum bara aðeins að fara yfir það, ég held að sé nú kannski meira hafi ekki fyllt, við erum ekki fyllt í nógu vel eftir inn í endurnýjun heimasíðunar að koma tengun á, taka þessu upp með bæjarritara á næsta mánudag og forstöðumanni stjórnsýslu og lausari að skoða það og nýjum uppsýn og kynningafulltrúa sem fær heimasíðuna í sína umsjá og með hana. Ég held að það sé eiginlega bara svolítið svona handvöld. Tengingaleysi eða hvernig við aðeins fjaraðum undan því að það er bara tímaskortur jafnvel hjá þeim sem eru að setja inn fundagerðina að tengja þær forstöðumennir okkar eða sviðstöðumenn oft mjög störfur hlaðnir koma út af fundum, hlaðnir verkefnum sem við eiga að fara í og tengja gegnum vonnið er nú bara að gera uppfærslu líka sem svona eins og allar uppfærslu gerir tók svolítið á í að fá það til að virka þannig að við bara skoðum það. Elvar Já. Cheers is yours. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, fundarritari. Já. Ég ætla nú bara aðeins kannski að fylgja því eftir sem að Ester Ösp kom inn á varðandi olíubirgðastöð í Reyðarfirði. Ég vona að ég misskildi bæjarfulltrúan alls ekkert í því, hún var ekkert efnislega að fara að ræða þetta mál hérna og við erum full meðvituð um það að þetta er bókað þarna sem trúnaðarmál. Hún var eingöngu að minna á það að fulltrúar fjarðarlistans hafa ítrekað í gegnum árin minnt á þá afstöðu sína að þetta mál henti að okkar mati einstaklega vel til þess að virkja íbúalýðræðið og íbúakosningu sem er svona hluti af íbúalýðræði og við höfum fært fyrir því býsna ítarleg rök bæði í máli hér í bæjarstjórn og eins í stefnuskrá listans og ekki síður í viðtölum og greinum í blöðum sérstaklega á síðasta kjörtíðanbili. Það hins vegar má sjálfsögðu taka það málefnalega umræðu hvað fólki finnst slíkt en því að einhverjir vilja halda því fram sjálfsagt að kjörnir fulltrúar séu kosnir til þess að mynda að taka svona ákvarðanir. En við höfum fært fyrir því, ég ætla nú ekki að fara út í það hér, en við höfum fært fyrir því býsna ítarleg og málefnalega rök að þetta sé samt enga síður dæmi mál sem að á að vera hægt með mjög einföldum hætti en samt með góðum og ítarlegum undirbúningi að bera undir íbúana. Og ég vil bara að það komi skýrt fram hér að fjarðarlistinn mun þegar þetta mál kemur upp hvort sem það er trúnaðarmál og ekki síður þegar að er eitthvað að ræða í því halda því mjög fast til streitu að virkja íbúalýðræðið þarna og ég
ítreka líka það sem Ester kom inn á. Við höfum líka haft bara mjög miklar efnislegar efasemdir þessi mál. Það að segja að olíubirgðastöð sé eitthvað sem að við teljum skynsamlegt, en við getum haft mjög semna skoðanir hins vegar á því innan fjarnarlistans. Þess vegna einmitt ekki síst viljum við bara fólkið í sveitafélaginu fái að tjá sig það með afgerandi hætti. En við munum halda þessu til streitu og eins og forseti kom inn á þá þetta væntanlega að koma til bæjarráðs núna með einhverjum reglulegum hætti. Ég er spenntur að sjá hvað er í gangi í þessum málum. En nú þetta trúnaðmál ekki að spyrja það frekar hér. Það er því miður ekki hægt að þessu stígi málsins. Það er Páll Björgvin. Gerðu svo vel. Já, forseti, bara aðeins að bæta við hérna, og það átti nú ekki að heyrast eða líta þannig út að ég hef tekið þetta óspiltu, alls ekki. Mér er bara mjög annt það að við séum að fara eftir stjórnsýslunni og þeim reglum sem eru og gilda hérna hjá okkur. Ég hef líka nú einu sinni bent forseta á það að hérna, til dæmis þegar tillögur koma inn hér, þá eiga þær að koma inn með að ég held 5 daga fyrirvara. Og hér hafa stundum komið inn tillögur og verið lagðar bara hér fram á fundi, beint, held ég allavega einu sinni. Já, tillögur, en ég er bara að segja að þetta eru reglurnar. Og það er alveg í valdi þá bæjarstjórnar að breyta reglunum. En ég get alveg tekið inn það með Ester, þetta er hægt að svara svona almennt til að setja meira kjöt á beinin. Það er bara sjálfsagt mál, ég var ekki að taka það óstindu. En ef maður vill vanda fyrirspurnir, þá er mjög gott að vita ef fólk vill vita meira á bæjarstjórnarfundum. Því að við erum svo reiðubúin til þess að svara með dýpt meira þau mál sem að verið að velta fyrir sig. Ég vil bara koma þessu vinsamlega áfram. Takk fyrir. Þá hefur það verið mildilega yfirvald forseti bæjarstjórnar. Ekki það. Það er orðið er laust undir fundingu bæjarráðs. Fleiri kveðar sig ekki hljóðs, þá byrjar upp til samþykkis, það er samþykki merki. Það eru samþykki með 9 atkvæðum. Þá erum við komið næst í liðin fundingu reikningsskipulags- og umhverfisnefndar nr. 162 og 163, tekna saman til umræðu atkvæðagreiðslu ef enginn hefur því andmælum. Þá kveða með östugt hljóðs undir þessum 5 fundagerðum. Vekja athygli bæjarfulltrúa og nokkur liðum í þeim og svona kannski vekja athygli bæjarfulltrúa kannski í byrjun á því að eins og menn sjá og þekkja og hér sita nú einmitt, 4, en við situm nú bara hér nefndin á þessum fundi sem í nefnd eignarskipulags- og umhverfisnefndar sitjum, allir nefndarmenn, að eins og þið sjáið þið hinn að þessi nefnd hefur gríðarlega mikið umleikis. Við þekktum þá þegar við settum saman umhverfis- og skipulagsnefnd og mannvirkjanefnd árið 2010 að úr þessu kæmi stór og viðamikil nefnd, eða nefnd með stóra og viðamikla málaflokka. Það er mikið, og ég vil segja það sé ánægjulegt að sjá hversu mikið umleikis hún hefur, vegna þess að það sýnir að það er mikið að vera í okkar samfélögum, bæði sem kallar á hér, eins og sérstaklega í fundi 163, mikið afgreiðslum á skipulögum. Við erum að vinna mikið í skipulagsmálum, ótrúlega mikið í raun og veru miðað við mörg sveitarfélög svona á tímunum eftir hrun. Hér er mikið af leyfisumsóknum, framkvæmdaleyfum og öðru slíku og þetta hefur kallað á það að við höfum fundað mjög reglulega og núna í haust við höfum líka reynt að temja okkur það að hafa fundi ekki mjög langa því að þegar menn eru að halda fundum innan þess að vera svona ekki lengri en 3 tímar að þá í mörgum af þessum málaflokkum sem eru viðamiklir og þurfa á því að halda að fá góða umræðu. Þannig að það er ánægjulegt að vinna í þessa nefnd, það er ánægjulegt að takast á við þetta, en þetta er mikið af verkum og ég sé ekki annað að við höldum í nýtt ár. Við meira þess að vorum svo eftir síðasta fund þá ákváðum að hefja nýtt ár, bara 2. janúar á fundi í eignarskipulags- og umhverfisnefnd. Ef við teljum að það sé ekki neitt annað eftir neina að bíða. Mér sýnist efni að þessi nefnd muni fara í vikulega fundi fram á árið með því sem áfram heldur
og öllum þeim verkefnum sem okkar bíða og við höfum rætt þar óformlega að hvort þessi rétt að finna sem nefnd líka nýja fundatíma eitthvað sem nefndamenn eftir að ræða svona frekar inn á nýtt ár. En þetta málaflokkur sem þarf að sinna vel, þessi nefnd vinnur vel saman og það er ástæða til þess að bara svona vekja athygli á því að hversu umfangsmikið störfinir eru og hafa verið. Og við þurfum að horfa til þess að hún hefur svona ákveðna sérstöðu í nefndakerfi bæjarins, þá sé ekki lítið úr því að allar nefndir hafa mörgum og mikið að fjalla, þá er þetta svona óvenju víða mikið. En aðeins bara í 162 fund, bara vekja athygli á lið 1, meðhöndlun tilkomin fyrirkomulega jarðgerðar. Þetta mun nú koma hér til frekar umræðu. Við erum í samningaferli núna við þann aðila sem er í sorpmóttöku hjá okkur, eða móttöku úrgangs, að horfa inn á þriggjartvinnu kerfið á komandi ári undir vorið og lífrænan úrgang. En þetta er enn í samningsferli og við sjáum hvernig reiðir af því. En verði af þá horfum við til vorsins með það. Ég held að sé mikil framfaraspor og skref fyrir Fjarðabyggð að fara í þessa lífrænu flokkun og taka það skrefinu lengra áður en til þess kemur að þegar hún verði. Liður 5, lagfæring á vegi frá Viðfjörð út af Barsnesi sem Norðfjarðar, kannski vekja bara bæjarfulltrúa, þetta er að koma inn, það kom fyrirspurn frá aðilum sem eiga jörðina Barsnes. Þeir vilja þar endur nýja, það er slóði sem liggur frá Viðfjörð út á Barsnes, er ekki sýsluvegur og var, bara svo hvernig hann slóði milli bæja, það er eigendur þar vilja og hafa ritað hér erindi og við erum að vinna með þetta og fólum umhverfisstjóra að ræða við Umhverfisstofnun og leita umsagna Umhverfisstofnunar og Náttúrustofu Austurlands sem er umsagnaraðilar í málinu. Þannig að þannig hægt sé að svara því til á þess að vera að leggja nokkuð matadóm á vegagerð í þessu landi en óhjákvæmilega er það þannig að Gerpissvæðið nýtur þeirra friðunar að það er ekki farið í framkvæmdi þar nema þá að vel athuguðu máli. Bara vekja athygli bæjarfulltrúa og ég hef rétt að taka fram að mér finnst mjög efnistækir eða fyrir vorum að fá henni, það verið mjög vandað til þeirra undirbúningsvinnu allrar, bæði umhverfisstjóri og alltaf sem vann þessa umsögn með okkur og ég held að þetta sé efnistaki sjó verður hún bara hefur oft litið hér svona lögmálum áður að menn voru í efnistöku vítt og breytt en þetta er viðkvæmt líka og þetta er verið að vinna mjög vel. Ég vek athygli líka á tillögu landsnefndar kerfisáætlun, það átti að vera kynningafundur nú í vikunni sem boðað hefur verið til því miður féll niður vegna veðurs, flugsamgöngur hömluðu því að þessir aðilar kæmust frá landsneti en það verður boðað núna í upphafi árs, 4. janúar ef maður rétt, þá verður boðaður nýr kynningafundur, 3. janúar. 3. janúar er boðaður nýr kynningafundur með landsnefndarmönnum. Ég hvet menn til að kynna sér þetta, það er okkur mjög brýnt að auka orkuöryggi hér. Í lið 163 vekja athygli bæjarfulltrúa fyrst, þetta bókast nú aðeins út af voninu, málefni til umsagnarlenda sem er fyrsti lið lendir hérna aftast í fundagerðum við maðurstra. Ég var að biðja starfsmenn að fara það síðan með bæjarritara að þannig að hann bókist nú rétt, hann er komin fyrstur. En þar sátum við fengum inn á fundin í síma með okkur Vigdísi Hessler og Guðjón Bragason sem eru lögfræðingar Sambandssveitarfélaga til að kynna umsögn sambandsins sem þeir gera vegna frumvarps til laga skipulag haf- og strandsvæða. Bara, það er ekki langast að stutta eins og þið þekkið, þetta er umhverfis- og auðlindaráðuneyti með þetta núna til umsagnar. Það fer ekki nú þetta þing en næsta gerum við ráð fyrir. Það er ákveðin í stefnumótun sambandsins 2014-2018 þá kveðið mjög hart á það að menn vildu fá skipulagsvaldið 1 mílu út fyrir efnahagslögsöguna, út fyrir ystu sker og geta þannig skipulag fyrir þeim. Þetta er það sem við höfum verið að kalla eftir hér í tengslu við laxeldi og annars líf. Það er náttúrulega alveg forkastanlegt að geta ekki, við höfum ekkert með það að segja hér utan Stórström sjöru hvernig skipulag fer þess. Það var ákveðið ágefni að fulltrúi sambandsins í þessum hópi ásamt frá fjórum ráðuneytum gefur þar eftir að þetta skipulagsvald og menn eru komin með eitthvað millistigsmál, eitthvað úrskurðarnefnd þetta skipulag sem ég finnst nú ekki bætandi á flækjustígi í þessari stjórnsýslu með fullri virðingu fyrir henni. Og Fjarðabyggð mun leggja það áherslu í sinni umsókn og fórum í gegnum með Guðjóni, það er margt til bóta í þessum frumvarpi. En gerum ekki ráð fyrir að það farir fram í óbreyttri mynd kannski þá með nýju ráðherra en það er margt til bóta en enga síður leggjum áherslu að við höfum skipulagsvaldið í fjármálum.
og þannig mun umsókn Fjarðabyggðar fara þannig. Þetta er alls ekki, og ég finnst það óskaplega veikt hjá sambandinu hvernig þeir hafa hvernig hurður á því að þetta var einhver áfangasigur sko. Þetta stóð ekki náttúrulega áfangasigur og þó séu 4 ráðuneyti, það er ekki afsökun sko. Við ætlumst til þess að sambandi vinna eftir sín stefnumótunaráætlun og þetta er mjög nauðsynlegt mál fyrir Vestfirði og Austurfirði og bara allt land að það sé þetta skipulagsvald. Vek athygli á því að við samþykktum tillögu umhverfisstjóra í lið 2 gjaldskrá fyrir leigulönd. Við höfum ekki haft gjaldskrá, menn haft afnót af leigulöndum, slægjulöndum og beitarlöndum sem er í eigu sveitarfélagsins. Þetta er búið að úrskurða með hóflegt gjald og ég held að þetta sé til umhalds til kosta. Jafnframt höfum við verið að vinna samkvæmt lið 3 eins og vísaði til okkar í tengslum við gjaldskrá hunda- og kattagjald að fara í gegnum hana málaflokk gæludýrahalds dýraeftirlitsins því að sá málaflokkur er töluvert fram úr í fjárhagsáætlunum okkar eða semst í fjárhag okkar og gjaldið það var að mati fjármálastjóra og ekki aldrei endurspegla ekki raunverulega kostnaði málaflokki sem að gera en það var ákveðið að fara ekki nema verðlagshækkunina þegar við liggjum frekar hátt í þessum eftirlitsgjöldum og skoða frekar málaflokkinu og sjá hvað við erum að gera og rétt og rangt í þessu og finna og það er svona ýmislegt við þessu sem umhverfisstjóri kynnt okkur að við hefði nú mátt sem væri kannski bókað ekki rétt og annað slíkt þannig að vonandi náum við nú utan á þetta og getum sniðið ramman að því fjármagn sem í honum er. Við gat ekki að því að við erum búin að samþykkja útboðið núna formlega á Ljósá. Þetta kom nú inn frá ofanflóðasjóði en við erum búin að fara í gegnum heilmiklar kynningar í þessum efnum. Skipulagsmál voru mér fyrirferðarmikil og þau eru hér öll til afgreiðslu hér á eftir. Við vekja athygli á því að endurskoðun umferðarsamgöngu þau eru vonandi að ljúka. Það er komin umsögn lögreglustjóra Austurlands eða athugasemdir frá lögreglustjóra. Ég hvet bæjarfulltrúa til að skoða og koma þá með athugasemdir nefndarmanna ef menn vilja koma með inn í. Við tökum þetta fyrir á næsta fundi nefndarmanna í janúar til þess að vinna svona frekar og fara að ljúka þessari endurskoðun sem hófst á liðnu ári hefur kannski tekið fullanga tíma en ég vona að verði sátt Svo bara vekja athygli á að því ég veit að það er spurt töluvert mikið grunnana á Fáskrúðsfirði að það kom erindi frá þeim aðila sem fyrir hönd fylkis sem er fyrirtæki sem tók við grunnunum þar sem þið fóru yfir svona hvað hefði aftur að því að þeir ekki komist á stað tíma og óskaði eftir lenging og tímafrestinum og fara svona vel og greinilega yfir og það sem unnið hefur verið með í málinu og hvað tíma áætlun og bæjarstjóra var falið að ræða bifreiðar og leggja nefndina í þannig að vonandi þegar að komast á þetta mynd ég ekki viljum hafa þetta svona áfram. Liður 18 það fór nú áttum fund með heilbrigðiseftirlitinu í liðinni viku vegna vatns- og fráveitumála í Fjarðabyggð og gæðastýringu þar og annað slíkt og við munum vinna þetta áfram. Þetta verður stóra verkefni nefndarinnar á næsta ári. Það er að fara í gegnum vatns- og fráveitumálin, tengslum við stofnun veitusviðs hjá okkur og ná utan þetta betur og skýri framtíðsýn þó hún sé til langs tíma, þá hún sé til og unnið eftir henni. Svo bara aðeins tengslum við framskriðið, það var lagð hér fram samantekt á vinnu og niðurstöðu mælinga Veðurstofunnar á framskriðinu sem er ofan Helgustarhreppsins forna á Oddskari og menn þekkja. Við höfum beðið svolítið eftir þessu, Veðurstofan er búin að vera náttúrulega eins og menn þekkja frá þetta hóst, unnið af rannsóknum og mælingum þessu ári, er með fjölda punkta, bæði GPS-punkta mælt og eins stikusetta og það er nú ánægilegt að sjá í þessu, það er ekki skýring á þessu og þetta er náttúrulega bara þetta er bara áframhaldandi vöktun og verkefni. En það er lítið framskrif og það er það sem jákvæða sem kom út úr þessari mælingum Veðurstofunnar, það er lítið framskrif búin að eiga sér stað í haust, þrátt fyrir miklar rigningar. Á afmörkuðum stöðum frekar heldur en á öllum flekanum, þó og menn átt að sé það núna þessi keyra Oddsskarð og sjá það á þann stað þar sem núna er búið að keyra efni sem er ekki alveg og hefur nú rætt við Vegagerðina að við teljum að það sem mætti nú kannski aðeins svona vanda að taka og gera betur. En heilt yfir þá virðist þeirra hæging á þessu og þetta er bara, svo Veðurstofan kemur fram á þeim, bara fylgja þessu eftir áfram, þeir mælast áfram þess að fylgst vel með fylgst vel með þessu og það sé ekki í miklum veðrum, vatnsveðrum sé verið í frístabyggðinni. Þannig að en enga síður er jákvætt að sjá að þetta er ekki á mikilli ferð. Bara vekja athygli á því, ég veit að þetta er það sem það er að fá mikið spurningar orðið í laust til vegna skipulags- og umhverfisnefnd. Páll Björgvin fyrir svo.
Forseti, kæru bæjarfulltrúar, aðeins varðandi lið 11 að ég vil hvetja mitt hérna þá sem eru kannski sérstaklega í skipulagðs- og umhverfisnefnd vegna þess að ég veit að það eru svona ýmis mál sem að ég hef verið að sjá sem hafa meðal annars komið frá ágætum nefndarmönnum þar varðandi spegla, tré, það er ýmislegt sem að má betur fara og er ekki búið að taka í umferðarsamþykktina þannig að ég held að þetta er góður vettvangur til þess að fara yfir það. En forseti, mér langar aðeins að ræða hér liðnúmer, hann er nú merktur númer 1, hann er vendilega númer 20, það er umsögnum vegna frumvarps til laga skipulag haf- og strandsvæða. Það er eiginlega númer 1, það er bara mistök í volkerfinu. Það er mistök í volkerfinu. Mér finnst þetta, að öllum öðrum málum hér ólöstuðum, að þá finnst mér þetta svona merkilegasta máli hér á dagskránni í dag, forseti, vegna þess að þarna er einmitt verið að fara inn á það sem ég kalla nú bara svona lýðræðislegt vald sveitarstjórna og fulltrúa íbúa í meðal annars eignarskipulags- og umhverfisnefnd. Þetta frumvarp er að mínu mati ógn við sjálfstjórn sveitarfélaga vegna þess að það er verið í fyrsta lagi með frumvarpinu er verið að færa skipulagið upp á land sem er á umræður, þó að sé ekki langt en þá er allavega tekið þetta upp á land að einhverju leyti. Og ég skil ekki hvernig það á að vera undanskilið því þegar það verður að skipuleggja land eða skipuleggja svæði sem er í landi, þá verður það að vera í einhverjum takt við það sem er að gerast í fjörðunum eða öfugt. Og þarna með þessu frumvarpi þá er verið að setja þetta vald ekki undir lýðræðislegt umboð sveitarstjórna heldur til 7 embættismanna, má ég segja, eða sem sagt fulltrúa eða sem sagt ráðaneita til þess að hafa á þessu skoðun. Sveitarfélögin hafa 1, kannski 2 og kannski ekki einu sinni 1 ef það eru fleiri sveitarfélög sem liggja að þessum svæðum. Ég held að fyrir Fjarðabyggð að þetta sé alveg gríðarlega mikilvægt þegar við erum núna að fá inn til okkur umsagnir laxeldi og það er verið að sækja það í nánast öllum fjörðum hér. Við erum að spá í siglingarleiðir fyrir skipin sem að sigla hér inn á hverjum degi. Við erum að velta fyrir okkur hvernig við ætlum að byggja upp hafnaraðstöðu í landi. Og er það þannig virkilega að með svona frumvarpi þá verður raun og veru búið að taka þetta úr okkur höndum að hafa einhver áhrif af með þessu eina atkvæði hugsanlega. Svo stendur líka í frumvarpinu að það er skilyrði að öll ráðuneytin, allir fulltrúar ráðuneytina sem sitja í þessari svæðistjórn sem er að taka þetta yfir, að það verða öll að samþykkja. Það verða allir að samþykkja. Mér finnst þetta, verða að segja það, að ég hef sjaldan séð annað eins sem að snýr að okkur beint. Mér finnst líka okkar ágæta samband og ég hef komið því á framfæri við framkvæmdastjóra sambandsins að það er verið að fara í skjön við það sem að sambandi hefur ákveðið að gera og setja fram. Og þá stefnumótun sem að sveitarstjórnarfólk hefur ákveðið á landsvísu. Ég veit að ég forseti er að kannski taka stórtlitt mig hérna, en mér finnst þetta mjög alvarlegt mál og líka það að ég veit ekki til þess að nokkur einstaklingur, hvorki úr bæjarstjórn eða kerfinu hér hafa fengið að taka þátt í þessari vinnu. Það er einn aðili, hann er á Vestfjörðum og kemur úr og þekkir náttúrulega mjög vel til skipulagssvæða allan þar, sem er bara því besta mál og ég held að hann var örugglega verið góður talsmaður okkar. En þetta eru gríðarlegir hagsmunir sem eru hérna og ég veit ekki hvernig þetta á að vinna saman, annars vegar skipulagsáætlanir sveitarfélaga í landi og hins vegar einhverjar ópólitískar stjórnar sem hefur þó orðið, hvað við segja, algjör yfirráði yfir skipulagi fjarðanna. Ég er mjög sterklega að biðla til bæjarfulltrúa hér að taka mjög hressilega á þessu máli. Ef þetta er ekki eitthvað sem á að snerta pólitíkin í Fjarðabyggð, þá veit ég ekki hvað það er. Ég ætla líka að leggja hérna fram, og það er nú ekki kannski mjög góð stjórnsýsla, það er verið að semja hérna umsögn á nánast rétt fyrir fund. Við höfum ekki mikið tíma til þess, en við lögum í það töluverða vinnu. Ég ætla að leyfa þessu skjali hérna ganga, þetta er inn á fundargaktinu og kom þangað í morgun. Og ef þið viljið renna yfir þessu umsögn hérna, sem að fennum á til ráðan þessi segja. En hérna, fórseti, ég veit að hérna kannski tími knappur, en hérna það var mjög gaman að heyra aðeins í bæjarfulltrúum varðandi þetta mál. Því að ég þarf að hafa ákveðið umboð hér til að ræða þetta mál opinberlega, finnst mér, út af við, hvernig við ætlum að koma að þessu máli.
Það verið Páll, Einar Már, Einar Már. Ég vek athygli á eins og kemur frá bókun nefndarinnar og ég held að bæjarstjórn taki undir þá bókun við ræddum það að nefndin lagði það sem kröfu sína að við hefðum skipulagsvald í þörf. Forseti góðir bæjarfulltrúar, aðeins að leggja hér orð í belg en áður en ég fer í mál nr. 1 á fundi 163 þá með aðeins að taka undir með formanni nefndarinnar varðandi gæludýrahald og dýraeftirlit. Við höfum sem rætt þetta aðeins í nefndinni og umhverfisstjóri fór yfir þetta og það er enn verið að vinna að og það blasir algjörlega við okkur að þarna er hægt að gera sparnaðartillögur. Þannig að það er ekki alltaf lausnin að hækka endilega gjaldtökur, heldur er þarna augljóslega hægt að bæta og svo bara þegar það er búið að rekna það út þá sjáum við hver staðan er en ég trúi því ekki að við þurfum samt að reka þennan lið eitthvað dýrar en önnur sveitarfélög og við erum nú þegar búin að finna minnskosti tvennt sem að bara æpir á að hægt er að spara. Þannig að ég trúi því að við getum bætt þetta. Aðeins síðan varðandi 11. liðin í sömu fundargerð, þessi fundi 163 umferðarsamþykktina. Þar erum við búin að bíða í raun og of lengi eftir því að fá umsögn lögreglustjóra þetta og fengum á síðasta fundi svona athugasemdir en ég held að sé of sterkt orð að kalla það umsögn en við teljum allavega að eins og eðlilegt er að það embætti sé búið að koma þá skoðun sínum á framfæri en við þurfum að leggja töluvert að vinna í þetta því það er augljóst mál að þarna þarf að endurskoða og við auðvitað förum í það en þá er það mál 1 og ég tek heilshugar undir það sem bæjarstjóri sagði hér áðan og bara get fullir það að umræðin í nefndinni var algjörlega á þessum nótum. Við höfum verið eða höfum talið að við varum að reyna að sækja fram í því að fá skipulagsvaldið yfir fjörðunum en ekki að við minnkum það litla sem við höfum í dag þannig að þetta er afturför hvað það varðar og það er þetta afar mikilvægt að við látum þetta koma mjög skýrt í ljós og embættismönnum var falið að gera umsögn sem að við í nefndinni bara bíðum eftir að fá í hendur því að það var rætt það að það var eftir að afgreiða það þessin í síma þannig að það væri bara klárt og ég ger bara ráð fyrir því ef hún er það bil tilbúin að við, hún kannski býður okkar í tölvupósti þannig að við getum bara blessað hana og hún farið þá í okkar nafni en nú eða að þessi fundur hér geti hreinlega samfélgina því að það veit svo skemmtilega til að öll nefndin er hérna þannig að það er full í gildi en þetta er hárrétt við eigum ekki að vera að taka skref í þessa átt ég hélt við værum raunverulega komin miklu lengra í þessari bara þetta minnir við bara á kannski allt og margar ræður sem ég hef haldið hér það hvernig mér hefur fundist vera hallað á sveitarstjórnarstigið núna í seinni tíð og þetta er bara því miður eitt dæmi það og það er alveg gífurlega mikilvægt að við bregðumst mjög hart við og látum þetta ekki yfir okkur ganga en það er auðvitað rétt að vekja athygli á því að þetta frumvarp er bara til vinnslu ennþá í ráðuneyti það er ekki komið lengra þannig að þá er þetta að fara fyrir þingið og ég trúi því ekki að þjóðin sé svo illa stödd í dag að hún hafi valið þannig þingheim að hann láti slíkt yfir sig ganga það væri skelfilegt og þá fari ég nú að fara í hóp þeirra sem að vilja fá kosningar sem fyrst ef að það kemur ljós að þingheimur er svo illa samansettur. Þakkaði fyrir Einar og það er rétt og umsögnin er að ganga svo sem við fólum umhverfisstjóra, skipulags- og byggingarfulltrúa og bæjarstjóra að vinna að þessum fundi og með þessari bókun okkar að áherslu þeirri umsögn verið haldur aðeins gröf og sveitafélagið skipulagsvald. Hún kom í gáttinni í morgun segir bæjarstjóri þegar var að vinna hana og hún er að ganga hér á fundinum og það er mjög þessar sérstök aðstæður og hér eru allir fundarmenn eignar skipulags- og umhverfisnefndar sitja núna á bæjarstjórnarfund aðal og varabæjarfulltrúar þannig ég lít svo á með að geri þeir ekki þegar menn hafa fengið ráðrúm til að renna yfir hann og gengur hérna á milli að við getum að því að nefndin fól þessum aðalum að vinna umsóknina að við getum látið hann einmitt fara í framhaldi að bæjarstjórnarfundi síðan mann sáttur og við getum tekið það umræði hér áfram eftir þráttur að við séum búin að staðfesta fundargerð. Ég vil jafnframt líka biðja bæjarritara að lyfta þessum upp í fundargerðinni að bæjarstjórn taki undir með eignar skipulags- og umhverfisnefnd að það verði áhersla
okkar taki undir með nefndinni í áherslu í þessu umsögn að sú krafa sé að sveitarfélagið hafi skipulagsvald í fjörðum sínum. En það sé rétt að á því sé hnykkt, því að það megin inntakið í umsögninni þetta frumvarp. Þú veist ekki að greið fyrir því að nefndin ekki meirihluta á fundinum, þannig að hún samþykkt bara Hvað sem hún vill, þannig að en umsögnin gengur og ég lít svo að ég er sem að tala mjög svipað, en orðið er laust, fundargerð þessu. Ef ég kveða sér ekki hljóðs, þá ber ég þær upp til samþykktar. Þeir sem þær samþykja vinstri skeiðamerki, það eru samþykkt með 9 atkvæðum og eins og áður segir að þá gerst mann ráðum til að fara í umsóknina og þær fara þá síðan enda með sáttir, þá mun hún fara til ráðansins í tengslum umsögnum frumvarp þetta. Þá erum við komin í lið 5 sem er fundargerð Hafnarstjórnar 170 tengt þessi hljóðs hana. Svo virðist ekki vera, ég ber hana til samþykktar þess mann samkjöfins skeiðamerki og hún sagði við 9 atkvæðum. Þá er það næst fundargerð fræðslunefndar nr. 34, orðið er laust hana. Dýrun Pála, gjörðu þið svo vel. Forseti, bæjarstjóri, fundamenn. Það er niðurstöðu PISA-kannunar sem ég langar svona aðeins að minnast á. Það er nú svo sem ekki inn á, þeir eru ekki inn á þessu fundi, en það eru niðurstöður á Skólavoginni. Já, það er ekki það saman. Nei, það er sagt að ég geti bara með þetta. Áskonum með leifu, komið svo, leifurfórsta, við komum inn á það er ekki leifur, sko eins og heitt. Nei, en mér var byrkt á að ég mætti koma. Já, óskaður fyrir að segja með leifurfórsta að það komið inn á. Með leyfi má ég koma inn á. Já. Takk fyrir. Það eru sem sagt niðurstöðu PISA-kannunar sem eru samræmd próf 7. og 4. bekkjar og langar mig aðeins til þess að fara inn á frétt Vísis, það sem er minnst á grunnskólan á Fáskrúðsfirði sem einn lakasta skóla landsins. Það eru niðurstöðurnar, langar bara að svara yfir þetta. Það eru 25 grunnskólar sem sýna virkilega laka niðurstöðu úr samræmdum prófum í stærðfræði fyrir 7. bekk og dala langflestir í einkunn frá því sem verið hefur síðastliðin ár. Niðurstöður prófarnar eru gefnar á kvarða þar sem eru 30 á meðaltali og stigaskor skólana frá 29 til 31 þykir innan meðaltals en allt fyrir neðan 28 þykir slæm útkoma fyrir skólana og allt fyrir ofan 32 þykir mjög góð útkoma. Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar skorar 19,64 stig í þessari könnun og er samkvæmt fréttinni lakasti skóli landsins. Mér langar aðeins að fara inn á þetta. Bæði náttúrulega finnst mér fréttin ekki góð og mér finnst þessi nafngreining á skólanum ekki góð þar sem að ég veit til þess að skólinn hefur fengið á sig hörð ámæli og eins finnst mér þegar svona þetta er ekki bara mál skólans, þetta hlýtur að vera mál okkar allra og ég vil biðja það að við í bæjarstjórn eða við í Fjarðabyggð skoðum niðurstöður allra skólana okkar og við skoðum hvað við getum gert og hvað er í okkar valdi til þess að styðja við skólana okkar. Hvort það sé eitthvað hjá okkur sem við getum gert til þess að við séum ekki að fá svona niðurstöður og hvað liggur í raun og bak við það. Því að þetta eru vissulega ekki góða fréttir. Takk. Takk fyrir Dýrun. Það kemur fram þetta er ekki inn á fundargerð fræðslunefndar vegna þess að síðasti fundur með leyfi forseta hafi leyft að það sé tekið á dagskrá. Engu að síður til rétt að það sé beint til fræðslunefndar að þeir ræði þetta þar inni. Hvað varðar frétt Vísis þá er sú fréttamennska ekki til þetta sérstaka fyrirmyndar. Sú framsetning hefur sætt tilurð gagnrýni eins og þeir draga þetta fram og við höfum gengið þekkjandi að hafandi sitt í fræðslunum fyrir vel einhverjum árum langt skeið að
þá átti þessi umræða til að festast mjög í niðurstöðum samræmdra prófa en ekki sem þarf ekki endilega að vera vitnisburður um gæði skólastarfs. Það er stóra málið. Íslendingar og íslensk umræða vill oft festast í svona stökum málum ef við skoðum ekki heildstæða niðurstöðu. Við getum líka farið í ýmsar kannanir sem við höfum séð áður líðan nemenda og annað slíkt, sem á tíðum hefur verið bara ágætum. Það er kannski hið stóra mál í svona málum, ekki bara niðurstöðu tölfræðilegar úr þessum könnunum. En ég tel rétt, formaður hreppsnefndar því miður ekki í dag, hún er veik en hér er nefndarmaður hreppsnefnd og Jónsson að þessi tekin jafnvel umræða inn í fræðslunefnd, kannski það búið einhverju leyti, en taka það núna 9 ári í tengslum við framsetningu í þessum fréttum og þannig að þá gefst líka ráðrúm til að ræða aftur hér inni, þannig að þú kannski hefur það með þér í farteskjunni í næsta fundi. Ég mun ræða líka við formann hreppsnefndar þegar hún kemur núna aftur til starfa. En orðið er laust. Einar Már gerðu svo. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, ég hafði nú ekki hugsað mér að taka þetta mál hér upp en þegar einhvern ástæðu að ég held að svona mál séu ekki gott fjölmiðlamál og það sé varhugavert að taka þátt í þeim leik sem að hafinn var á Vísi fyrir 3 dögum síðan eða svo. Ég tala ekki þegar að það er augljóst mál að þeir sem þau fjalla virðast hafa afskaplega litla þekkingu á umfjöllunarefninu. Það sem er hins vegar alvarlegast er þar að þar er forstjóri Menntamálastofnunar ekkert svo gamall í starfi að stíga vægtur orða tekið mjög varhugaverð skref inn í fjölmiðlaheim með fullyrðingar sem standast ekki, takandi dæmi sem eru afar sérkennileg. Ég get bara tekið annað dæmi. Akkur var þetta dæmi sérstaklega valið? Mjög sérstakt. Við höfum getað tekið annað dæmi úr öðrum skóla hér í Fjarðabyggð, í öðrum árgangi í sömu grein sem var óvart efstur á landsvísu. Akkur var það ekki nefnt? Ég held því miður að það hafi verið vegna þess að það eru sumir svo uppteknir af þeirri mynd að það sé höfuðborgarsvæðið eða stór höfuðborgarsvæðið sem standi sér svo vel en landsbyggðin sé alltaf á gólfinu. Það passar hins vegar ekki alltaf þegar að samanburðurinn er tekinn. Ég tala ekki þegar að vera að tala einstaka skóla og það er hreinlega ekki tilgangur samræmdra prófa að vera að bera saman skóla á þennan hátt. En þeir sem að lifa í því að samkeppni á öllum gerðum og tegundum bjargi öllu, þeir að sjálfsögðu detta í svona pytti. Og það að einstaka árgangur til að gera litlum skóla sé tekinn sem dæmi er auðvitað eins ófaglegt og hægt eins og það getur orðið. Stofnunin á að vera til stuðning í skólakerfinu og til þess að bæta það og hefur mörg tækifæri til þess, en þetta er aðferð í þveröfuga átt. Og auðvitað á að fordæma svona vinnubrögð. Og ég get sagt það hér að það hefur verið ákveðið sem sagt að svara ákveðin hátt en ekki í fjölmiðlum. Þar sem það á heima. Og ég get sagt það fyrir mína parta að ég hefði að minnstakosti sem menntamálaráðherra veitt slíkum embættismanni vítur ef ekki brottvísun. Vegna þess að þetta er algjörlega á skjön við það sem að stofnunin var stofnun til að því ég hélt, það er að styðja skólakerfið en ekki stunda niðurstarfsemi. Og þetta er því miður dæmi það. En ég held að sé rétt að hafa ekki fleiri orð því að ég ætlaði að reyna að vera mjög hóvar í tali en ég gæti farið að segja eitthvað meira ef ég held lengur áfram. Takk fyrir Einar, ég held að það hafi dregið ákveðlega saman svarið við þessu. Bæjarritari mun senda formann hreppsnefndar og fræðstjóra beiðni líka að taka PISA niðurstöðurnar, svo kallaði, til umræðin á fundi hreppsnefndar. Og ég held sé ágætt að svara þessu því að þetta er mjög sérstakt og þetta minnir mig á samanburðarfræðin í kringum árið 2000 og það er í kring frá 96 til 2000 þar sem menn voru aðallega fjölmenn voru uppfyllir af niðurstöðum samræmdra prófa
tóku engan hátt til greina hvernig skólarnir stóðu þeim. Á þeim tíma voru skólar sem stunduðu það sem hafðu það sem metnað að allir fengi að þreyta samræmdapróf, óháð því óháð getu, menn aðrir beittu öðrum aðferðum, og það var oft mjög sorgleg svo umræða sem spratt upp í fjölmiðlum þegar niðurstöður samræmdaprófa voru kynntar og ekki til neinnar sérstakar eftirþessemi. Þannig að þetta verður tekið fyrir og ég held að sé ágætt að nefndinni svona eins og Einar kom inn á að taki afstöðu til þess og kannski aðeins láti ég okkur heyra. En orðið laust fundargerð fræðslunefndar, þetta kemur aftur hér fyrir. Fleiri kveða sér ekki hljóðs, ég ber henni eftir samþykkt mann samþykkt gemerki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá ég komin í fundargerð menningar og safnefndar nr. 28. Orðið laust hana, vill ekki kveða sér hljóðs. Svo virðist ekki verið, ég ber henni eftir samþykkt mann samþykkt gemerki, samþykkt með 9 atkvæðum. Þá var að fundargerð íþrótta og tómstundar nr. 30. Orðið laust hana, vill ekki kveða sér hljóðs. Svo virðist ekki verið, ég ber henni eftir samþykkt mann samþykkt gemerki, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá ég komin í fundargerð félagsmálanefndar nr. 90, orðið laust hana, vill ekki kveða sér hljóðs. Svo virðist ekki vera, ég ber henni eftir samþykkt mann samþykkt gemerki, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá að fundargerð barnaverndarnefndar nr. 69, orðið laust hana, vill ekki kveða sér hljóðs. Svo virðist ekki vera, þá ber henni eftir samþykkt mann samþykkt gemerki. Þá erum við komin í liðin almenn mál. Þar fyrst samþykkt fíðurfé, eða drög að samþykkt sem kynnt voru. Þetta kemur í gegnum eignarskipulags- og umhverfisnefnd og hafði hlotið umfjöllun í undirnefnd hennar landbúnaðarnefnd. Jafnframt farið til bæjarráðs og hingað inn til bæjarstjórnar. Eignarskipulags- og umhverfisnefnd samþykkt á síðasta fundi sínum, og sendi bæjarráðs sem samþykkt að senda hér áfram. Með þessi verið settir svona umgjörð eða rammi utan fíðurfé eða hænsnahald er þetta kannski fyrst og fremst í þéttbýli. Já, og í þessu sett á það höft að menn með ekki eiga nema 12 fugla sem fallið þá. Það eru endur og hænur. Gæsir eru ekki heimilir í þessari samþykkt, ekki heimilir í þéttbýli, og sérstaklega tekið á dúfnahald sömuleiðis. Þannig að þetta til þess aðgreiningar. Ég vek athygli á því að hanar eru ekki leiðir í þéttbýli. Orðið laust verður samþykkt. Engin kveður sér hljóðs. Þeir sem hana samþykkja merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í aðalskipulag Fjarðabyggðar fyrst. Það síðar það. Fyrirgeði. Okkur mun gefast tækifæri. Nú var aðeins eins og aðrar samþykktir sveitafélagsins, þá þarf hún að hljóta 2 umræður og hún kemur hér fyrir þann 5. janúar og fundi aftur til síðar umræður. En þá er hún komin í aðalskipulag Fjarðabyggðar, breytingu en stækkun reits 05 á Kirkjubólsveginum í Norðfirði. Auglýsingatími þessa skipulags liðinn, ein athugasemd barst þar frá ábúandi Kirkjubóls, en skipulagsbreytingin var auglýst frá með 14. október til og með 25. nóvember og athugasemdafrestur var til sama tíma. Athugasemdir barst frá lögmanni ábúanda og hefur verið hlotið umfjöllun inn í eignarskipulags- og umhverfisnefnd. Það var á þessu fundi fjallað athugasemdina og umsögn skipulags- og byggingafulltrúa, og nefndin að því loknu tók undir að það væri ekki ástæða það sé ekki unnt að verða við mótmælum ábúanda. Það sem snúa ekki að skipulagsmálinu sem slíku, heldur þá að málum sem snúa að ábúðinni og þá milli sveitarfélagsins og ábúanda sem sérstakt mál hafi ekki með skipulagsbreytingun og slíka að gera. Þar af leiðandi hefur því verið svarað og upp á því mælti nefndin á síðasta fundi sínum núna 163 við bæjarstjórn að það samþykki breytingatillögu á aðalskipulaginu. Orðið laust þetta, kveðs hljóðs. Svo virðist ekki vera, þá ber ég þessa breytingatillögu á aðalskipulaginu, þess að samgemerki, sagði með 9 atkvæði. Þá erum komin í liðs 13 sem deiliskipulagsbreyting samhljóða þessari aðalskipulagsbreytingu. Deiliskipulag Kirkjubóls, hesthúsa og búfjársvæði eða frístundabúsvæði líkt og annars staðar í sveitarfélaginu. Auglýsingatíminn liðinn á deiliskipulaginu.
Ein athugasemd barst sömuleiðis frá ábúandi Kirkjubóls. Tillagan var auglýst frá 14. október til 25. nóvember 2016 og athugasemdafrestur á sama tíma. Athugasemd barst frá lögmanni ábúanda og áður höfðu borist athugasemdir frá sömu aðilum tengdu máli frá 28. júlí 2016 og 25. nóvember 2015. Þá hafa verið samskipti milli sveitarfélags og ábúanda á grundvelli ábúðarsambandsins en sveitarfélagið er eigandi jarðanna eins og áður sagði hér í fyrri lið og það er bréf sem vísaði til. Við nefndi fjallaði athugasemdir ábúandana og farið var þessi umsögn skipulags- og byggingafulltrúa sem var dagsett 2. desember. Fjallaði hverja aðstöðu. Það á fyrir að frá árið 1998 að byggja upp aðstöðu fyrir hestamenn Norðfirði á þessu svæði sem ræðir og tillagan gengur út á það. Af athugasemdum ábúanda er að ráða að lagst ekki að gildistöku deiliskipulags í heild sinni ekki gera sérstakar kröfur breytingar á því. Fram hefur komið áður að tillagan sem var sett fram hafi verið fund ábúanda og framhaldi leitast taka tillit þeirra sjónarmiða að því marki sem slíkt talið upp. Með vísan til þessa á áðunarins minnisblaðs þar afstaða nefndarinnar ekki svo unnt að verða þessum mótmælum og mæli nefndi því við bæjarstjórn að samþykki tillögu deiliskipulagi Kirkjubóls, Hesthús og búfjársvæðis án breytinga og þar er vísað til að sama háttu í aðskilbreytingunni að ræða athugasemdir sem snúa að eigendasambandinu en ekki að skipulagsmálum og á því verður tekið þarf að taka það á öðrum grundvelli. Orðið er laust þetta deiliskipulag. Enginn kveður sér hljóðs, ég ber eftir þessa sandgerðskemerki þess að með 9 atkvæði. Þetta var mikill skipulagsfundur, síðasti fundur, 163. fundur eignarskipulags- og umhverfisnefndar og hér er komin aðalskipulag Fjarðabyggðar 2007 breyting á þéttbýlisúttektum fyrir Stöðvarfjörð reitur 2. Ég vil ekki athygli bæjarfulltrúa þegar liggja hér fram þessi gögn úr prentu. Þarna var lögð fram skipulagslýsing vegna breytingar á aðalskipulagi á Stöðvarfirði dagsett 2. desember. Þarna er að ræða breytingu á iðnaðarsvæði á Stöðvarfirði að heimila verði breyting í gisti. Þarna verði unnt að breyta húsnæði í gistireksturs og nefndin taldi það auðsýnt að koma móts við þá breytingu þar sem þetta iðnaðarsvæði hefur töluvert breyst starfsemi þar gegnum tíðina og reyða að fjölga þá atvinnutækifærum fyrir stöðvarfirðinga með þessu og koma móts við uppbyggingu ferðaþjónustu og nefndin samþykkti skipulagslýsingu á sitt leyti og sendi hér inn til afgreiðslu bæjarstjórnar. Orðið laust með skipulagslýsingu. Engin kaus ljós í berunandi samþykkt þess að hann saði ekki með skemerki. Saði með 9 atkvæðum. Þá var að liður 15, það er deiliskipulag Hlíðarenda. Á fundi áðurnefndum 163 samþykkti eignarskipulagsumhverfisnefndin sitt leyti deiliskipulag Hlíðarenda, skipulagsuppdrátt, greinargerð og umhverfisskýrslu sem dagsett 2. september 2016 og breytt 2. desember 2016. Samþykkti nefndin með þeim breytingum sem framkom uppdrætti og umsögn skipulagsfulltrúa sem er dagsett 29. nóvember jafnframt í ár. Málsmeðferð verði í samræmi með 42. grein skipulagslaga þegar gögn hafi verið lagfærð í samræmi við samþykkt. Jafnframt samþykkti nefndin að unnin verði umferðaröryggisáætlun fyrir skilgreind safnasvæði. Endanlega afgreiðslu vísa hér inn. Þær breytingar sem gerðar hafa verið eins og með þekkja Hlíðarendasskipulagið búið mikil umræðu og mikilli vinnu lengi inni hjá nefndinni og var ákveðið að halda hér sérstakan íbúafund á dögunum til að mæta þeirri gagnrýni sem kom fram í tengslum með að lóðir undir gömlu búð og Jensenshús voru skipulaðar yst í Hlíðarendanum. Þær breytingar sem nefndin gerði eftir þann fund og eftir samtöl við Sjómennasafn Austurlands er að það er skilgreint safnarsvæði þarna út frá en ekki lóðir eins líkar í þessari útfærslu og þar leiðandi séð komið á móts við þær athugasemdir sem bárust vegna þessara lóða en meðgert skilgreint safnarsvæði á þessu svæði. Orðið laust deiliskipulag Hlíðarenda. Engin kaus ljós þeir sem það saði ekki með skemerki, það er saði með 9 atkvæðum. Þá er hér næst vísa frá bæjarráði, síðasta fundi bæjarráðs 501 sem þaðan kom frá hafnarstjórn. Í framhaldi við vinnu og skoðun á mögulegri staðsetningu hafnarkants í tengslum við nýtt fiskveiðiver Eskju þá óskaði hafnarstjórn eftir því bæjarstjórn sem feli eignaða skipulags- og umhverfisnefnd að hefja vinnu við þær breytingar sem gera þarf á aðal deiliskipulagi svæðisins. Í hugmyndinni sem kynnt var er gert ráð fyrir 90 metra kanti austast á fyllingunni með stækkunarmöguleika til vesturs sem er 90 metra. Þetta er hefðbundin leið að nefndin hafnarstjórn óskaði eftir því að þessu sé eignarskipulagsnefnd sé falin þessi vinna. Við leggjum hvað þessi hljóð sem þetta. Svo er ekki þá berið hægt upp að hvort bæjarstjórn samþykki að fela nefndinni. Það er sagt með 9 atkvæðum þessum hugmynda vinnu. Þá er komin lið 17 sem er reglur uppsýningartækni mál
Og þetta er reglum aðgang þjónustaðal uppsýningatækningar fjarðarlega bæjarstjóri mun nú fylgja reglum hlað. Forseti, þessu var kannski ágætlega farið yfir þetta hérna áðan. En við höfum fengið athugasemdir varðandi aðgang þjónustaðala að uppsýningakerfum sveitarfélagsins og þarna er bara verið að reyna með reglum að ná utan það með hvaða hætti við höldum utan þá hluti. Og búin að til ákveðnar reglur það. Þannig að ég hef svo ekki meira það að segja. Þessar reglur hafa legið fyrir nokkuð lengi og eru hér til umræðu. Já, orðið er laust þessar reglur sem snúa að aðgangsstýringu þjónustaðala. Hversu ljós? Svo verðist ekki vera, þá berist þið sagði þess að sanngjöfn sem ég mér hér sagði með 9 atkvæði. Þá er næst reglum fjárhagsaðstoð eða breyting á reglum fjárhagsaðstoð, bæjarstjórinn fylgja þeim á hlaði. Forseti, það var ákveðið í vinnu með fjárhagsáætlun að endurskoða reglur fjárhagsaðstoð og félagsmálanefnd fór yfir þessar reglur. Það var kannski hugmynd þar sem að gjaldskráir okkar eru vissulega, já þær standast alveg samanburð en þær eru heldur ekkert lágar að við gætum með fjárhagsaðstoð þeirra sem á þurfa að halda brugðist við með einhverjum hætti. En það urðu mjög litlar breytingar í meðferð nefndarinnar og fræðstjóri hefur núna sett fyrir í fundagátt þær breytingar sem þarna voru gerðar sem voru aðalega svona fónsins vegna. Var ekki svo vísla? Dulslöfnur, já, unnur grein. Og þetta bara liggur hér til umræðu. Og frá í bæjarstjóra þá er þetta breyting á reglum fjárhagsaðstoð, sérstaklega 2002. grein sem hefur bætt á það. Lengur þessi hljós, svo verðist ekki verið þá verið þetta breytingar til samþykktar, það eru saman þetta með 9 atkvæði. Þá er hér áhrif nýrra húsnæðislöggjöf gagnvart sveitarfélögum, svo félagsmálanefnd, bæjarstjórum og fylgja því úr hlaði meðstæðandi reglum. Forseti, hér er kannski mun meiri og ítalegri breytingar enda náttúrulega nýja reglur sem við erum reynda búin að fá umræði í félagsmálanefnd og bæjarráði. En ég vek athygli hér á skjali sem að liggur fyrir fundurinn frá fjármálastjóra sem reyndar nú stattur hér í sal. Það er ekki bara á tillitugum fjárhagsáætlana og ásreikni sem að fjármálastjóra heyrar okkur með nervun sinni. Hann hefur líka skilað hér til okkar mjög góðri greinagerð þann kostnað sem að þessum reglum fylgir og þetta er reyndar að koma hér í trássi við okkar ágætu stjórnsýslu á sama tíma og við ætlum að samþykkja þetta. Þannig að það er mér að meina lausu forseti ef að einhver óskar eftir því að vísa þessu til frekar umræðu inn í bæjarráði sem væri raun og veru hið korrekta leið. En þetta er raun og veru bara hér, liggur þetta hérna frammi, það eru eins og kemur þetta fram að heildarútgjöld Fjarðabyggðar til húsnæðisstuðnings samkvæmt þessum reglum munu nema 5 til 8,5 milljónir króna. Það er þannig að hinar almennu húsaleigubætur, þær eru núna greiddar af ríkinu, eða úr ríkissjóði og við erum með raun og veru þennan auka húsnæðisstuðning sem við vorum reyndar með áður. Og samanlagt var gert fyrir fjárhagsáætlun 14,4 milljónir, þannig að þið sjáu að það er tölur sem við höfum inn á fjárhagsáætlun til að mæta þessu. Öðru leyti er þetta bara svona þessar breytingar á reglum og mjög vel afmarkaði hér með rauðum texta. Þannig ég held að sé í lagi að leggja þetta hérna framfórst. Takk fyrir. Ég tek við bæjarstjóra þess að mann fer yfir stjórnsýsluna engar síður. Svo það er sem sagt. Ástæða þess að kostnaðargreiningin kemur hér beint inn í bæjarstjórn sem er náttúrulega ekki svo leið sem við öllum eflum förum er vegna þess að reglurnar, við viljum að þessar reglur sem taki gildi fyrir áramót. Þær eru sem sagt að breytast núna, tekur breytingu núna áramót og þegar það voru teknað til umfjöllunar á fundi bæjarráðs 501 núna á mánudaginn, þá bæjarráð samþykkti sitt leyti, en taldi rétt að þetta fylgdi með, þannig að mann hefði þetta fyrir upplýsinga í dag, en þetta hefði verið eðlilegast að flytja milli funda, en vildum þetta hlíti fullnustu bæjarstjórnar í tengslu með áramót. Það er nú það sem er vegna þessar breytinga sem er að verða á húsnæðislöggjöfinni er að koma inn núna. En orðið er laust þetta. Engin hvað í ljós, þá ber ég þeir eftir sand, þess að sandjöfin sé merki, ef sað þetta með 9 atkvæði.
Þá er komin lið 20 sem öldungaráð. Það samþykkt öldungaráð sem hefur verið samþykkt af félagsmálanefnd og jafnframt vísa áfram bæjarráð hér inn. Þessi samþykkt til hér komin vegna eins og menn þekkja frá því á bæjarstjórn í haust. Lagði fjárlistinn fram tillögu stofnun öldungaráðs og í stjórnsýslunni þegar hún var lögð fram á þeim fundi í tengslum við umræður var ákveð og lagði fjárlistinn til að hefði vísað inn til bæjarráðs til frekari vinnslu, ekki til afgreiðslu fundi. Bæjarráð fóls og félagsmálanefnd þetta mál sem tók það föstum tökum og hefur nú lagt fram samþykkt að stofnun öldungaráðs og þar leiðandi í tengslum við þessa tillögu og það hér komið í gegn samþykkt af félagsmálanefnd og staðfesta bæjarráðið, lítsháttar breytingar gerðu orðanlegi í meðförum bæjarráðs núna á síðastliðnum fundi og samþykktin svo vísa hér áfram. Þannig að hér liggur fyrir að öldungaráð verði þá stofnað á 9 ári með fulltrúum félags eldri veða, félag eldri borgara í Fjarðabyggð og fulltrúum frá sveitarfélaginu, kjörnum fulltrúum sem verði líkt og ungmennaráð til ráðgjafar og eftirlits með þeim málum sem tengjast eldri borgurum í samfélaginu. Og orðið laust öldungaráð. Einar Már. Þetta komur alveg í opnum skjöldu einu. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, ég fagnaði áðan þessari tillögu þannig að ég þarf ekki að endurtaka það. En forseti fór hér vel yfir mitt feril málsins og vegna þess að mér þótti nú bæjarstjóri vera að reyna að sitja heldur svona mikið ofan í við forseta hér áðan um það hvernig ferli mála ætti að vera, þá vil ég nú bara fagna sérstaklega frjálslyndi forseta í fundarstjórn og bæta því við að við sem erum hér nokkuð fjölmenn í eigna skipulags- og umhverfisnefnd, við höfum líka kynnst þessari ljúfu fundarstjórn á fundum nefndarinnar og af því að ég glemti því áðan að þakka sérstaklega það hól sem formaður nefndarinnar fór hér með yfir okkur áðan, að þá vil ég skila því tilbaka til formanns nefndarinnar að þetta vel til fyrirmyndar og það eiginlega var til þess að það rifjaðist upp í huga mínum þegar að þessi ungi maður var að stíga sem fyrstu skref í fundarstjórn. Þá vildi svo sérkennilega til að ég var með svona handleiðslu með honum og ég verð að segja að mér finnst þetta hafa þróast ótrúlega vel frá þeim fyrstu skrefum. Og ég ætla ekki að fara að eigna mér eitt en eitt af því en hann hefur alltaf tekið vel leiðsögn og ég sé að þetta hefur farið afskaplega vel. Og til dæmis þetta dæmi núna sýnir það að frjálslyndi forseta hefur skilað góðum árangri. Þegar ég kom með þessa tillögu og ég viðurkenni það fúslega með svona örlítlið svona tæpri tengingu en þó skýrri tengingu við mál sem var á dagskrá, þá var að sjálfsögðu tillagan svo að þetta færi til bæjarráðs til frekari meðhöndlunar en ekki samþykkt á fundur. Forseti hins vegar kunnur af því að vera líklega eini bæjarfulltrúinn sem hefur gert hér mikla kröfum það að ákveðnar tillögur væru samþykktar bara alltaf því samstundis og án umræðu sem hann hefur komið með og eru það dæmi. Og það hefur líklega verið það sem að bæjarstjóri var að vísa til og allavega tók ég þetta ekki til mín þegar að bæjarstjóri var að reyna að leiðbeina forseta en ég tek það að forseti hefur tekið alveg mátulega mark á því og ég vil bara forseti viti það að ég stend mjög þétt við baki á honum í því hvernig hann stýrir fundum. Ég þakka kærlega fyrir hólið hjá bæjarfulltrúanum og hvern bæjarstjóri til að fylgja hlusta vel á þetta það þetta meðalhófinn sem við erum að nota. Valdimar hefur beðið orðið. Hvað er það að flagga mér? Þú varst að setja orðið í nótt. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, þó ég hef stundum tekið undir, þó ég hef einstöku sinnum tekið undir það sem að Einar Már hefur komið hér upp í ræðustól, þá ætla ég nú ekki að gera það sérstaklega núna. Og varðandi hólið, það var nú komið jól, hann hefði líka getað sendt forsetanum bara jólakort og þakka hann fyrir samstarfið. En ég vildi bara koma inn á það að þessi tillaga sem hefur fengið meðferð bæði í félagsmálanefnd og bæjarráði, hún kom sérstaklega til félagsmálanefndar og það viðmið sem við höfðum þar var að hafa annars vegar til viðmiðunar reglur eða sem sagt
reglugerð ungmennaráð og hins vegar það sem önnur sveitarfélög hafa gert sem hafa tekið upp við að stofna svokallað öldungaráð, þannig að þetta svo sem ekki algjört nýnæmi hér. Nú við hann kannski rétt að taka líka fram að í 7. greininni þá tókum við upp viðmið Reykjavíkurborgar og það er ánægilegt að það sé hægt að nota eitthvað sem að þaðan kemur og síðan getum við skemmt okkur við því þegar við búum að samþykkja þetta öldungaráð að getum við fara að skemmt okkur við því að þeim nöfnum sem kom upp í hugan sem að gætu skipa þetta ráð og ég sé fram á ýmis framboð í því sambandi. Takk fyrir Valdimar. Orðið laust öldungaráð. Ekki fleiri að gauðs ljós, þá ætti ég að bera upp þessa samþykkt. Þeir sem hann sagði ekki minnst ég að merkjum sagði með 9 atkvæðum, þá ætti ég mér óvægt að bera þá bæjarstjórn kveðjur og hamingjuóskir frá Sambandi eldri borgara. Ég hitti formann Sambands eldri borgara daginn sem var að spyrja frétta þessu að slíku hér. Haukur Ingibergsson og var afskaplega ánægður að heyra að þetta væri hér til umfjöllunar og þá samþykktar hér á þessum fundi og hann vildi að ég færði bæjarstjórn kveðjur í tilefni þessu. Þeim þá hér komið til skila. Þá ætla ég að fá að gera kannski aðeins í ljósi þó þegar ég hafði sagt hér undir fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar og þess með allir fundamennir hér að fá að gera örlitla óska afbrigða við dagskrá. Samvætti við umsögnina, þess að sannarlega kom fram í máli Einars Más að þá fólum við embættismönnum að vinna þessu umsögn á þessum forsendum sem við ræddum þetta inni. Nú er hún tilbúin að þetta síðasti fundur ársins, þá hefði ég viljað bara lesa hana þegar ég er búin að sjá umsögnina og bera hana sérstaklega upp. Þannig að bæjarstjórn samþykkti hann var geti farið núna í tengslum. Já, fyrst til að leita afbrigða er það samþykkt að þetta sé tekið dagskrá. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það svo hljóðandi umsókn Fjarðabyggðar frumvarp til laga skipulag haf- og strandsvæða. Umhverfis- og auðlindaráðuneyti hefur óskað eftir umsögnum drög að frumvarpi til laga skipulag haf- og strandsvæða. Frest til að skila inn umsögn var 9. desember síðastliðinn en Fjarðabyggð fékk viðbót á fresti 15. desember. Skipulagslög nr. 123 frá 2010 taka eingöngu til skipulagsáætlana innan lögsagnarumdæma sveitarfélaga sem afmarkast af ytri mörkum netlaga. Bæjarstjórn Fjarðabyggðar tekur undir þau sjónarmið að brýnt sé að skipulagsskylda haf- og strandsvæða utan netlaga verði einnig bundin í lög, ekki síst með hliðsjón af vaxandi umsvifum á strandsvæðum svo sem vegna fiskeldis og efnistöku. Jafnframt undirstrikar bæjarstjórn mikilvægi þess að skipulagslöggjöf gangi ekki á hefðbundi forræði sveitarfélaga í skipulagsmálum. Skipulagsmál er eitt mikilvægasta stjórntæki hverja sveitarstjórnar. Aðalskipulag endurspeglar í samspili við deiliskipulag, vilja samfélagsins og framtíðarsýn gagnvart landnotkun og framtíðarþróun. Forræði sveitarfélaga tryggi jafnframt að stjórnvalds fyrirmæli skipulagsáætlana byggja á lýðræðislegum grunni í sveitarstjórnar. Strandsvæði eru ásamt innfjörðum og flóum hluti af skipulagsáætlunum sveitarfélaga með bæði beinum og óbeinum hætti. Sé þessi svæði slitin og samhengi við skipulagsáætlanir sveitarfélaga gæti það haft í för með sér vandmeðfæri óhagræði og árekstra ólíkra hagsmuna með þeim afleiðingum að þau grundvallarmarkmið skipulagslöggjafar verði fyrir borð borin sem stuðla nýting og verndun auðlinda á sjálfbærum grunni í þágu efnahagslegrar uppbyggingar og félagslegrar velferðar. Á meðal annarra alvarlegra annmarka má nefna að strandsvæðaskipulag afmarkast 30 metra landmegin með meðal stórstraumsflóð sem þýðir að skipulagsáætlanir haf- og strandsvæða myndu skarast við aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaga. Þá er ráðherra skipuðum svæðisráðum falin ábyrgð á skipulagsgerðinni og ber þeim einungis taka tillit til skipulagsáætlana þeirra sveitarfélaga sem eiga í hlut. Þá hlýtur orka tvímælis að í stað þess að byggja á núverandi lagagrunni skipulagsmála mæla drögin fyrir nýju fyrirkomulagi sem svo er ætlað að starfa samhliða því sem fyrir er. Standi vilji ríkisvaldsins til að efla skipulagsgerð væri mun nærtækara að fella skipulag haf- og strandsvæða að núverandi fyrirkomulagi skipulagsmála og tryggja fjármögnun þess með skilgreinum tekjustofn. Síðast en ekki síst ganga tillögu frumvarpsdragana gegn þeirri meginreglu að efla skuli staðbundið vald og ákvarðanatöku með tillit til almannahagsmuna og skynsamlega meðferð opinberra fjármuna. Þessi nándarregla er helst ástæða þess að viðamikil verkefni á borð við grunnskólarekstur hafa verið færð frá ríki til sveitarfélaga. En sér ekki fyrir endan á þeirri þróun og sæti því furðu nú skuli kveðið við allt annan tón í skipulagsmálum þrátt fyrir þá staðarinn að málaflokkurinn er meðal mikilvægustu kjarnaverkefnum sveitarfélaga. Bæjarstjórn Fjarðabyggðar skorar því á umhverfis- og auðlindaráðuneytið að endurskoða umrædd frumvarpsdrög með tilliti til þess að sveitarfélögin fari með skipulagsmál á haf- og strandsvæða með sambærilegum hætti og lagt er til í stefnumörkun Sambands íslenskra sveitarfélaga 2014-2018 liður 348.
Sambandi gætir hagsmuna sveitarfélagi mótun lagafrumvarps skipulag haf- og strandsvæða. Í þeirri vinnu verður lögð áhersla á að skipulag strandsvæða alltaf einni sjómíl út frá grunn línu landhelginnar verða forræði sveitarfélaga. Einnig verður lögð áhersla á að framfæri nauðsynlegar grunnrannsóknir á strandsvæðum þar sem álag vegna nýtingar er mikið til að auðvelda gerð skipulags- og nýtingaráætlana. Þá ber ég þetta upp, eins og þetta samþykki fyrir skemur, samþykkt, samþykkt. Þá erum við komið hér að fundarlokum í dag. Aðeins er eftir að kynna eða leggja hér fyrir tillögu forseta bæjarstjórnar að fundartíminn bæjarstjórnar fram á vor. Hún er svo hljóðandi, 5. janúar og þarna er fyrsti fundur nýs árs og verður funda með ungmennaráði. Ungmennaráð sá fundur sem átt að vera daginn, féll niður að þeirra beiðni og við viljum taka fyrsta funda ársins og til að funda með þeim. 19. janúar, 2. febrúar, 16. febrúar, 2. mars, 16. mars, 7. apríl, ársreikningur í fyrstu umræðu, gert ráð fyrir, 27. apríl, ársreikningur í annar umræðu, þarna eru 3 vikur á milli vegna páska, 4. maí, 18. maí, 1. júní og 22. júní. Þarna er aðeins dregið á milli, ef við gerum það fyrir bæjast að fara svo í sumarleyfi í júlí, svo verið hefur, og fyrsti fundur er þá 17. ágúst að sumarleyfi loknu. Þetta er sem svo tillaga sem lögðu fram, hún byggir á megin grunni á 1. og 3. 5. í mánuði. Og þar af leiðandi legg ég þetta hér fyrir fundi. Þeir sem þetta samþykki Vincent Skemmer sagði með nýja atkvæði. Þá er dagskrá tæmd á bæjarstjórnarfundi í dag, síðasta bæjarstjórnarfundi ársins 2016. Ég þakka bæjarfundi á fundarsveitina og góðar og málefnalegar umræður og óskaði ykkur öllum gleðilegra jóla. Heiti ykkur fyrir það og segi fundi slítið. Takk fyrir sem leiðis.